left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones, driving down the road alone. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Something has to make you run. I don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, It's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. it's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be.
But it wouldn't be make-believe if you believed in me. It's phony, it's plain to see how happy I would be if you believed in me. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high tone places. Liz Taylor is not a style, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care who knows. My baby just cares for me. For shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Woo, woo, woo. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel.
It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic
take till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove, dance me to the end of love, dance me to the end of love, dance me to the end of love. Lullaby of birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves bill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Ráðherrar mættir, velkomin. Svo, háskóla, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, matvælaráðherra, prófessor Mikael Zasada, Björgvin Þór Harðarson og aðrir góðir gestir. Góðan daginn allsumul og velkomin á ársfund Landbúnaðarháskóla Íslands. Mikið gaman að sjá ykkur öll hérna. Þetta var svolítið æfing fyrir sumar starfsmenn okkar að minnsta kosti í því að vakna alveg mjög snemma. Og bara kærar þakkir fyrir það að þið skildu öll taka svona vel í þetta og velkomin til allra sem eru með okkur á streyminu sömuleiðis. Landbúnaðarháskóli Íslands hefur haldið ársfund sinn á undanförnum árum á Hvanneyri og tekist bara nokkuð vel og við höfum haft þann háttinn á að eftir ársfund sem hefur verið svona snemma á Hvanneyri raunar, þannig að þá hafa aðrir starfsmenn þurft að vakna snemma. En eftir ársfund þá höfum við haft þann háttinn á að halda háskólafund. Þar sem við förum yfir stöðu skólans, ræðum svona framtíð og skipulag og jafnvel nýja stefnu og slíkt. Þetta árið langar okkur til að breyta til og halda fundinn hér í höfuðborginni og kannski svona svolítið á nýjum stað til þess að svona kannski færa hugan á nýja staði og völdum þennan góða dag fyrir þó nokkuð löngu síðan, 16. maí og töldum okkur bara vera nokkuð heppin með þann dag og svo kom leiðtogafundur og við verðum bara að vona að við skyggjum ekki of á hann. En yfirskrift fundarins er framtíð íslensks landbúnaðar,
tækifæri og áskoranir og þetta svo stórt mál að það snertir mörg svið og mörg ráðuneyti. Þannig að við gátum ekki haft færri en 3 ráðherra hér á fundinum. Þannig að við erum með háskóla, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Áslaugu Arna Sigurbjörnsdóttur og matvælaráðherra Svandísi Svavarsdóttur með okkur hér í dag og hjartanlega þakkir, ég veit að það er mikið að gera hjá okkur fyrir að gefa okkur tíma og ávarpa fundinn. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson ætlaði að vera hér líka en því miður varð hann að boða forföll en sendir okkur góðar kveðjur á fundinn. Síðan höfum við með okkur Mikael Zasada sem kom bara til landsins hér í nótt. Thank you very much, Mikael, for joining us. And I know you didn't sleep for very long this night. Við erum mjög glöð að hafa Mikael hér. Hann frá Lífvísindaháskólanum í Pólandi og það einn af 7 samstarfsháskólum okkar í Unigreen samstarfinu svokallaða sem 4 ára netsamstarf og styrkir bæði sameiginlegar námsbrautir, rannsóknarstarf, það teknir til hliðar peningar hjá Evrópusambandinu fyrir frekara samstarfi. Þannig að þetta mjög sterkur grunnur fyrir okkur að byggja á og tengjast þarna gríðarlega sterkum háskólum út í Evrópu. Þannig að þetta svona upphafið að einhverju ennþá stærra og mér langar til þess að nota tækifæri og þakka hér sérstaklega fundarstjóranum okkar Kristján Schulze, alþjóðar- og rannsóknafulltrúi okkar sem hefur átt allan heiðurinn af því að koma okkur í þetta samstarf Unigreen. Þannig að mér langar til bara að við notum aðeins tækifæri og klöppum fyrir Kristján sérstaklega. Síðan vona ég að það hafi ekki farið fram hjá neinum að við erum að leggja gríðarlega áherslu á uppbyggingu í landbúnaði og korn hefur verið kannski svona leiðandi stefið hjá okkur þó að við sjáum líka fjölmörg önnur tækifæri. En þar kannski svið sem við höfum kannski náð einna lengst og ekki síst vegna góð samstarfs við matvælaráðuneytið og ráðherra og samstarfsfólk hennar. Þannig að það kannski vel við hæfi að við höfum hér hjá okkur Björgvin Þór Harðarson sem ætlar að halda hér erindi líka og hann einn stærsti kornbóndinn, bara stærsti kornbóndinn á Íslandi og hann mun svona fara yfir stöðun á því sviði. Þannig að kæra þakkir Björgvins líka fyrir að vera með okkur hér í dag. Þannig eins og ég sagði, fundarstjóri Kristján Schulze og hann mun stýra hér líka panel í lokin þar sem að deildarforsetar okkar átt að vera 3. Einn reyndar núna lasinn heima og við sendum honum góðar kveðjur en við höfum hér Samane Nikaen sem deildarforseti skipulags og hönnunar og Bjarna Diðrik Sigurðsson sem deildarforseti náttúru og skóga og síðan ætlar Hrannar Smári að stíga inn fyrir hann Þórótt Sveinsson fyrir deild ræktunar og fæðu. Þannig ég ætla bara ekkert að hafa þetta lengra, við erum með stífa dagskrá og við erum ekki með neitt hlé, þannig að við þurfum að hafa þetta bara svona svolítið heimilslegt og fólk gangi hér bara í kaffiveitingar og sé ófeimið við að standa bara upp þegar þarf að fylla í bollana. Þannig að gjör svo vel, Kristján. Já, háttvirtu gestir, ráðherra í fleiritölu, Mikael Zasada og kæru gestir, samstarfsfélagar, vinir, velkomin. Ég atvinnulaus fundarstjóri og rakið mér fór yfir dagskrá. Takk fyrir þetta, en ég samt hörku tímavörður og mun passaðist að við höldum okkur innan 2 tíma ramma hér. Við höfum til 10:30 og síðan fórum við í smá pásu. Á meðan við erum hér svolítið saman í kósi heitnum hér á Hilton, þá byrju þau sem vilja fá sér kaffi eða eitthvað meira hér frá buffi, gera þetta bara ekki vera feimin og bara laumast í buffi á meðan dagskrá stendur. Framtíð íslenskt landbúnaðar, tækifæri og áskorun, Rakel var búin að nefna það, við tölum landbúnað en
ekki bara landbúnað, við munum líka tala landbúnaðarháskólann sem háskóli lífs og lands og allir deildir. En fyrst og fremst þá ætla ég núna að bjóða ráðherra Áslaug Arna Sigurjónsdóttir sem háskóla, iðna- og nýsköpunarráðherra hingað til að koma inn með ávörp til okkar. Gjörðu svo vel. Já, hlýnsmyndtæki, við erum nefnilega líka í streymi. Gott að maður sé ekki með annað hálsmenn. Rektor, ráðherra, starfsmenn skólans og aðrir góða gestir, gaman að fá tækifæri til að vera með ykkur hérna í dag. Það hefur verið mjög gaman hjá mér síðustu 500 dagana sem háskólaráðherra. Ég alveg viss það að allavega mínu mati og örugglega Svandi segir það sama en mér finnst ég vera með bara skemmtilegasta ráðuneytið af því að það eru endalaus tækifæri. Og stundum, ég var með forsætisráðherra Portúgal í gær og hann var eiginlega að spyrja yfir hvaða málaflokkum ég væri ráðherra og ég fór svona að telja þetta upp. Ég væri háskóla iðnaðar- og nýsköpunarráðherra en ég væri líka ráðherra fjarskipta og netöryggis og geimsins og gervigreindar og upplýsingatækni og svona ýmislegt og við komumst bara að því að ráðherra framtíðarinnar væri ágætis yfirheiti yfir þetta. En það nefnilega svo mikil undirstaða fyrir samfélagið okkar og framfarir tenging háskólans við samfélagið okkar. Og landbúnaðarháskólinn gegnir þar bara mjög mikilvægu hlutverki. Og hann gegnir svona lykilhlutverki í þáttum samfélagsins sem snúa auðvitað eins og þið þekkið manna best að landbúnaði og nýtingu náttúruauðlinda en líka skipulagsmála og umhverfismála og loftslagsmála og allt sem tengist bara framtíðar áskorunum samfélagsins og efnahagslífsins hér á Íslandi. Og hlutverk skólans mætti alveg segja að snerist bara svolítið utan svona grundvallar skilyrði lífs okkar. Gagnvart fæðuöryggi og aðgengi að hreinu vatni, lofti og orku og þar eru skemmtilegar áskoranir framundan. Og auðvitað hefur umræðan loftslagsmál breyst á örstundu en líka sjálfbærni, matvælaöryggi og í öllum þessum áskorunum hefur Landbúnaðarháskólinn mikil tækifæri. Og Gæðaráð Íslenska háskóla birti núna í lok apríl niðurstöðu úttektar á getu Landbúnaðarháskóla Íslands til þess að tryggja gæði námskráða sem hann veitir. Og styrkleikar Landbúnaðarháskólans samkvæmt niðurstöðum úttektarinnar liggja auðvitað í mjög metnaðarfullri stefnu sem hefur verið í stöðugri innleiðingu og rannsóknarstarfsemi skólans hefur verið efld síðastliðin ár og háskólinn stefnir að því að auka verulega rannsóknar- og þróunarstarf sitt. Og mig langar bara að nýta tækifæri hér í upphafi að þakka stjórnendum og starfsfólki og velurinnum skólans fyrir þeirra vinnu. Ég trúi því og finnst að þið geti verið mjög stolt af því góða starfi sem hefur verið unnið og við getum horft björtum augum til framtíðar. Og starfsemin hefur stutt við stefnu stjórnvalda og við getum horft með jákvæðum augum til framtíðar fyrir íslenskan landbúnað og matvælaframleiðslu. En alþjóðavæðing og auknar rannsóknir og fjölgun nemenda í skólanum mikið ánægjuefni. Og við eigum að halda áfram á þessari braut, bæði þora að hugsa stærra og lengra af því ég trúi því mjög einlæglega að við getum líka alltaf gert betur. Og við megum ræða það hvernig getum við staðið okkur betur og verið enn framar þegar kemur á háskólastarfi á Íslandi. Og í nýrri fjármálaáætlun aukinn stuðningur við háskólana þar sem við ætlum að tryggja með innleiðingu á nýju fjármögnunarlíkani að byrja að fjárfesta ennþá betur í háskólanum okkar og líkaninu og hvernig við fjármögnum skólana komast nær Norðurlöndunum í þeim efnum. Af því ég trúi því að við getum boðið upp á háskólanám á heimsmælikvarða. En við sem þjóð eigum líka að efla vísindi og rannsóknir sem hryggjarstykki þekkingasköpunar og það mjög mikilvægt að afrakstur í vísinda- og rannsóknarstarfi skili sér í auknum mæli inn í samfélagið okkar. Í úttekt MIT var sérstaklega bent á það hvað rannsóknir á Íslandi væru öflugar, hvað frumkvöðlastarfi væru öflugt en við þyrftum að styrkja en betur brúna þar á milli.
Og grunnvísindi eru gríðarlega mikilvæg, en við þurfum líka að leggja áherslu á úr vísindum verði til vinna, að við komum að því að verðmætin verði ekki til nema að það noti einhver það sem hún skapar, býr til og rannsakar. Og það hefur sjaldan verið mikilvægara en einmitt núna með þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir að yfirfæra rannsóknir og þekkingu og nýsköpun yfir til samfélagsins og sérstaklega í umróti tæknibreytinga og stóra áskorana í loftslagsmálum. Og við Íslendingar eigum alveg einstaka sögu á að virkja hugvitið. Við erum alltaf að fá fólk allstaðar að sem vill fá að læra okkur, hvað við höfum gert í gegnum tíðina og hvernig við höfum eiginlega komist á þann stað sem við erum í dag. Bara á síðustu öld þegar við riðumst í uppbyggingu raforkukerfis og hitaveitu. Með því að nýta bæði fallvötnin og jarðvarmann erum við búin að taka mjög stór stökk og við getum gert þetta áfram með þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir í dag. Og í dag held ég að þessi bylting, hvernig við hefum notað jarðvarmann, erum að byggja upp landeldi, við sjáum hvernig jarðvarminn spila stórt hlutverk þegar kemur að því að laða ferðamenn hingað til landsins, að ég held að þessi bylting gefa okkur ákveðið forskot þegar við tökumst á við loftslagsmálin, að við getum raunverulega hlaupið hraðar. Og ekki aðeins af því að orkan sé aflgjafi verðmætasköpunar heldur einnig af því okkur bara gæfa til að virkja sjálfbæra og endurnýjanlega orku. Og við höfum einnig nýtt þessa orku til að rækta grænmeti í 70 ár og á ferð minni landi skrifstofu mína hef ég bæði smakkað dýrindisrófur og wasabi fyrir austan og það eru þetta mjög mikil gróska í grænmetisframleiðslu land allt. En það má betur má duga skal og Ísland flytur núna helming af þeim matvælum sem við neytum. Og það er mjög mikilvægt að við leggjum aukna áherslu á nýsköpun í matvæla'iðnaði. Og undanfarin misseri hafa sýnt okkur mjög skýrt hversu samofin kerfi okkar eru þvert á landamæri og að virðiskeðjan er ekki einföld, bæði loftslagsbreytingar, heimsfaraldur og stríð. En alþjóðaviðskipti hafa auðvitað veitt þjóðum tækifæri til að sækja á nýja markaði þvert á landamæri, auka framleiðni, en öll virðiskeðja matvælana skiptir máli. En ég ætla ekki að stela ræðu matvælaráðherra. Og hún mun nánar koma inn á þetta. En ég ákvað nú að stytta ræðuna því ég sá að væru 3 ráðherrar á dagskrá, en nú get ég lengt hana þess að því að Gulli bilaði. En ég trúi því bara mjög einlæglega að við höfum allt til þess að vera í sókn. Og ég vil að við ræðum sóknartækifærin, áttum okkur á stöðunni, gagnvart áskorunum, hvort sem það er í háskólamálum, matvælaiðnaði, landbúnaði eða öðru. Og við eigum ekki að vera í vörn og alls ekki að vera í vörn gagnvart landbúnaði. Við eigum að hjálpa þeim að breyta störfum sínum í takt við nýjar áskoranir og að grípa öll tækifærin. Og þess vegna finnst mér yfirheiti fundarins gríðarlega gott af því hér sé sérstaklega rætt þau tækifæri sem felast í íslenskum landbúnaði. Af því að ég trúi því að við höfum allt til þess að vera í raunverulegri sókn. Við höfum landið og þekkinguna, við höfum mikinn metnað, en við höfum líka reynsluna og endalaust af frábæru fólki sem starfar í greininni, sem þekkir íslenskan landbúnað og tækifærin betur en nokkrir aðrir. Og í því verkefni tel ég að háskólinn gegni mjög mikilvægur hlutverki. En ég trúi því líka til að ná auknum árangri í háskólastarfi að þá verðum við að auka samstarf á milli háskólana sem hér eru. Þeirra 7 góðu háskóla sem við höfum á Íslandi. Og ég setti af stað samstarf háskóla til þess að reyna að ýta undir aukið samstarf á milli þeirra og áhugi skólana og frumkvæði var algjörlega einstakt. Og það var mjög sérstök áhersla í samstarfinu síðast á sjálfbærni. Og háskólarnir þurftu að vera leiðandi og frumkvæði koma alveg frá þeim og það sást mjög vel á niðurstöðunum hvað samstarfið og tækifærið þess eru mikil fyrir Landbúnaðarháskólann. Til dæmis tók Landbúnaðarháskólinn forystu í framleiðslu nýrra próteina í verkefni með Háskóla Íslands sem felur í sér að Ísland verði forystu í framleiðslu nýrra próteina. Og þau gengu nú svo langt að þau létu mig smakka alls konar skordýr sem ég bragðaði á háskóladeginum og var ekki meint af. En með þessu samstarfi að þá er verið að koma upp aðstöðu og til rannsóknar og nýsköpunar á sviði næstu kynslóða matvæla og fóðurpróteina og byggja upp nám samhliða á þessu sviði. Og ætlun skólana er að taka þátt í þeirri umbyltingu sem eiga sér stað í matvælaframleiðslu í heiminum.
þar sem hugað að sjálfbæri og umhverfisvænni framleiðslu próteingjafa úr þörungum, skordýrum, einfrumungum og frumuvökum. En markmiðið mjög skýrt og það það sem ég heitlast almennt að Íslendingum og að háskólunum gagnvart þeim tillögum sem komu að það var að koma Íslandi í forystu. Og þarna var markmiðið bara mjög skýrt, að koma Íslandi í forystu á sviði framleiðslu nýrra próteina. Og það þessi metnaður sem maður brennur svo mikið fyrir. Og markmiðin skólana, bæði Landbúnaðarháskólann og annarra skóla voru bara mjög skýr og ávinningur samstarfsháskólana mjög mikill. En mér langar að segja ykkur frá einu atriði að það að þegar ég fór að skoða aðeins grunninn, því að safna saman betri gögnum til þess að bæði innleiða nýtt fjármögnunarlíkan og fjármagna háskólana betur, þá fór maður að skoða hvort að því að það eru svona ýmsar mýtur í umræðinu háskóla. Að það sé mikil sóun, að nemendur okkar séu minna virkir, það bara ekki rétt. Eitt var líka að það bara eins og þessi talað allir og amma þeirra séu í háskóla. En það heldur ekki þannig. Það þannig að við erum ennþá að mennta færri heldur en löndin í kringum okkur úr háskóla og við eigum því miður Evrópumetið kemur að því að strákar séu ekki í neinu námi. Það ekki að þeir séu meira í iðn- og tækninámi heldur en Norðurlöndin, þeir eru bara ekki í neinu námi. Og þegar ég skoðaði muninn á Norðurlöndunum að þá munurinn eingöngu hjá drengjum. Við erum að mennta sambærilegt hlutfall og meðaltal OECD-ríkjanna af stelpum, en langt í frá þegar kemur að strákunum okkar. Og af því sögðu að þá gerði ég og réðist bara rannsóknargreiningu að gera könnun meðal framhaldsskólanema, þeirra sem væri að útskrifast núna, gagnvart viðhorfi til háskóla og hvaða hugmyndir kynin hafa, hvar munurinn til að fá frá strákunum okkar raunverulega, hvernig þeir horfa til háskólastarfs og tækifæranna framundan. Og það sem var áhugavert að það var talsvert munur á milli kynjanna. Við sáum það að strákar ætla mjög mikið í ótímagreinda pásu, á meðan stelpurnar ætla max í 1 ár. Strákarnir líta svo á að það sé minna frelsi að fara í skóla en að fara út á vinnumarkaðinn strax, að þeim vanti meiri pening strax heldur en stelpunum. Og við sáum ýmis merki þess að þau teldu sig að þeir þyrftu nákvæmlega að vita hvað þeir ætluðu að verða þegar þeir eru stórir áður en þeir verða að fara í háskólanám. Og ég nú verið duglega að segja að ég ekki ennþá búin að ákveða hvað ég ætla að verða þegar ég er stór. En út frá þessari könnun þá tókum við líka viðtöl við ýmsa stráka sem hafa verið í svokallari pásu í 1 ár eða lengur og ákváðum að ráðast í smá átak sem svona kannski toppurinn á ísjakanum, að ráðast í átak gagnvart því að fá fleiri nemendur inn í háskólan. Og þar erum við að reyna að leggja háskólunum lóð og vogarskáldnar gagnvart auglýsingum í skólana og segja fólki að skrá sig í háskóla af því það opnar á fleiri tækifæri. Og það erum við að gera undir nafni háskólanám.is sem verður síðan sameiginleg innritunargátt skólana. En þar erum við að reyna að höfða til þess að sýna ekki bara þessa framúrskarandi nemendur, dúksana sem stundum birtast í auglýsingum, heldur einmitt nemendur sem sáu tækifæri í því að fara í nám, voru lengi með framhaldsskóla, fannst auki frelsi í því að fara í háskólanám og að það fjölgaði tækifærum þeirra að námi loknu. En líka nemendur sem þurftu að prófa 4 háskólabrautir áður en þeir fundu sína fjöl. Og meira þess að strákur sem slóðu gegn Gettu betur, sem var kannski þessi fyrirmynda nemandi, en hann fann samt ekki sína fjöl strax í háskóla. Og það allt í lagi. Og það þetta átak sem við erum að reyna að leggja núna næstu 2 vikurnar, tíminn líður hratt þangað til að innritun klárast í háskólana, til þess að reyna að fá og höfða til þessara drengja sem eru í pásu, eru útskrifaðir eða eru að koma úr framhaldsskólanum. En góðir gestir, af því sögðu að þá tel ég að tækifæri Landbúnaðarháskólans séu gríðarleg. Kaup á jörðinni við Miðfossa skapaði fjölmörg ný tækifæri til eflingar kennslu og rannsókna fyrir skólan, svo mikið að pabbi minn búinn að vera í námi við reiðkennslu. En þá auðvitað líka í skoðun uppbygging jarðræktarmiðstöðvar og verkefnið mjög aðkallandi og brýnt fyrir þá uppbyggingu sem Landbúnaðarháskólinn sér fyrir sér. Og ákveðin forsenda fyrir innlendri matvælaframleiðslu og framförum og sjálfbærni í landbúnaði. Verkefnið fellur auðvitað mjög vel að stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og við þurfum að skoða hvernig við getum farið í slíka uppbyggingu. Háskólarnir eru einfaldlega lykillinn að því við náum auknum árangri fyrir Ísland.
og við höfum getu til þess að byggja upp áframhaldandi kröftugt samfélag og efnahagslíf sem gerir enn betur en í dag. Og ég hef sagt það margoft en ég trúi því að lykillinn að bættum lífsgæðum og fleiri tækifærum að hugvitið verði stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar. Og þá er ég ekki bara að tala að það verði ein og sérstök atvinnugrein til viðbótar, heldur einmitt líka stækki og efli hinar grunn-atvinnugreinar sem við höfum í dag. Við þurfum að virkja hugvitið sem víðast og staðan í loftslagsmálum krefst bara stórra breytinga á öllum sviðum samfélagsins og þar er Landbúnaðarháskóli Íslands í mikilvægu hlutverki. Takk fyrir og eigið góðan fund í dag. Já. Takk kærlega. Takk kærlega fyrir góð orð og hvetjandi orð líka, Áslaug Arna. Við erum tilbúin að taka á móti drengjum landsins að skrá sig inn til 5. júní í Landbúnaðarháskólann Íslands. Ég segi ofta bara kostu, við erum tengd öllum þessum ráðuneytum og þá sýna bara hversu tengd við erum í landi og þess vegna bara mjög gott að fá líka matvælaráðherra hingað til okkar. Sumir segja kornrækta ráðherra en við höldum okkar við matvælaráðherra. Svante Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Það er smá eins og sé verið að krýna mann einhvern veginn svona. Góðir gestir, við Áslaug Arna fáum að halda 1,5 ræðu hvor. En auðvitað skarast mjög mikið af því sem við erum að segja hér vegna þess að Landbúnaðarháskólinn og hlutverk hans náttúrulega gríðarlega mikilvægt í menntun, rannsóknum, framtíðarsýn á Íslandi en ekki síst í þágu þess að byggja upp landbúnað. Þannig að þetta í raun og veru sama ræðan sem að ég mun flytja en bara kannski með dálítið öðrum orðum. En grínlaust að þá dregur það fram mikilvægi nákvæmlega þess starf sem að unnið í Landbúnaðarháskólanum á nýrri öld, á nýjum tímum, við nýjar áskoranir. Þegar að við horfumst í augu við það að spurningar sem að lúta að loftslagsmálum, að því að draga úr kolefnisspori, auka fæðuöryggi, byggja undir og styðja hringrásarhagkerfið. Þetta allt saman bara þættir í ykkar daglega lífi og það gríðarlega mikilvægt fyrir innlendan landbúnað og þar með líka fæðuöryggi að hafa sterkan landbúnaðarháskóla sem að tryggir það að við séum að byggja á bestu mögulegu þekkingu á hverjum tíma. Og ég verð að segja það að á þessum tíma sem að Áslaug segir séu 500 dagar, það örugglega bara mjög nálægt lagi, að þá hefur verið einstaklega ánægjulegt að eiga í þessu samstarfi við Landbúnaðarháskólann í verkefnum sem lúta að því að stíga svolítið ný skref, að marka ný spor, nýja sýn, vegna þess að það svo óendanlega mikilvægt að landbúnaður sé grein sem í sókn en ekki vörn. Vegna þess að landbúnaður kemur okkur öllum við og ég hef nú einhvern tímann sagt það að við hittum lögfræðinga og presta nokkur sinnum í lífinu en í raun og veru hittum við bónda oft á dag. Við hittum hann bara í kaffibollanum okkar eða hafragrautnum okkar eða mjólkinni út á hafragrautin og meira segja þó að það sé haframjólk að þá eru alltaf einhvers staðar bændur. Það alltaf einhvers staðar fólk sem að leggur nótt við dag í því að reyna að finna sem mest út úr því hvernig á að framleiða eins mikið af mat og hægt á grundvelli landsins gæða. Takmarkara auðlinda sem að verða líka sífellt meira krefjandi. Á grundvelli þekkingar Landbúnaðarháskólans og þeirra vísinda og rannsókna sem að þar hafa verið stunduð árabil erum við núna að stíga skref inn í það að virkilega taka ákvörðun það að hefja kornrækt af myndarskap á Íslandi með því að styðja við samlög. Það nýtt skref.
Með stuðningi og rannsóknum frá Landbúnaðarháskólanum erum við að breyta nálgun hvað varðar það að losna við riðu á Íslandi. Að ég nefni nú ekki ýmis konar ræktunar- og kynbótaverkefni önnur sem eru róttæk og eru að valda breytingum og straumhverfum í landbúnaði bara þessi misserin. Skólinn hefur auðvitað langt árabil verið mjög mikilvægur samstarfsaðili míns ráðuneytis þó hann heyri undir ráðuneyti annarra háskóla og það er ekki hindrun. Það er alls ekki hindrun. Það er beinlínis aukin opnun. Matvælaráðuneytið hefur byggt samstarfið á samningum sem við höfum gert sem að hafa þá yfirskrift að ætla að stuðla að auknum og öflugum rannsóknum, styðja við nýsköpunar og þróunarstarfsemi á sviði landbúnaðar og matvælaframleiðslu. Rannsóknarverkefni sem má tengja við síðasta samning eru 35 talsins, auk 16 sérstakra meistara- og doktorsverkefna sem eru þá í samræmi við stefnumótun og fókus míns ráðuneytis. Samstarfið hefur verið afar farsælt og þakkað fyrir það sérstaklega hér og hefur skilað af sér mikilvægum afurðum sem ég hefur þegar nefnt að hluta fyrir stefnumótun en líka fyrir ákvarðanir. Dæmi annað slíkt verkefni viðamikil skýrsla fæðuöryggi Íslands sem var reyndar fyrsta heildarmatið á því sem hefur verið unnið á Íslandi og í kjölfarið vann skólinn fyrir ráðuneytið ítarlegar tillögur og greinagerð til þess að bæta fæðuöryggi og þær niðurstöður hafa komið að gríðarlega góðum notum nú þegar við útfærslu markmiða stjórnarsáttmálans á því sviði og það gott að finna til þess að gögn sem koma frá Landbúnaðarháskólanum hafa vigt. Þau hafa vægi vegna þess að þau eru góð og þau eru öflug og þau eru í fremstu röð. Við getum nefnt líka greiningu á afkomu sauðfjárbænda, við getum rætt hér vinnu við flokkun landbúnaðarlands, stuðning við þátttöku Landbúnaðarháskólans í orkídeuverkefninu orkutengda nýsköpun og fleira og fleira. En síðast en ekki síst vil ég þó nefna skýrsluna Bleikir akrar sem að stendur hjarta mínu afar nærri. Það að segja skýrslan fína kornrækt sem ég legg til að sé á öllum náttborðum landsmanna og kom út í mars síðastliðnum og þar að finna tillögur leiðir til að styrkja og efla kornrækt í landinu, líka til að bæta fæðuöryggi. Skýrslunni hefur verið afalvertekið og Alþingi Íslendinga hefur nú til meðferðar tillögu að fjármálaáætlun þar sem gert ráð fyrir verulegum fjármunum til að hrinda þessu verkefni í framkvæmd. Við kynningu skýrslunar sagði ég, nú maður komin á þann stað að fara að vitna í sjálfan sig, það ekki gott. Það ekki gott merki. Þessi skýrsla lykilgagn til þess að við getum tekið fyrstu skrefin í átt til eflingar kornræktar í landinu og þar með styrkt fjölbreyttari matvælaframleiðslu, aukið bindingu gróðurhúsalofttegunda og eflt hringrásarhagkerfið. Það sem vakti athygli mína í skýrslunni ekki tekin varnarstaða, heldur sett fram stórhuga áform sókn til að við sem þjóð getum stuðlað að auknu fæðuöryggi og lýkur þar tilvitnun í sjálfa mig. Matvælaráðuneytið hefur reyndar þegar undirritað sérstakan samning við Landbúnaðarháskólann sérstakt verkefni til að hefja vinnu við kornkynbætur og sá samningur var undirritaður á Hvanneyri nú fyrir nokkrum vikum. En við munum sannarlega treysta á að skólinn verði okkur til ráðgjafar áfram og við útfærslu á þessu verkefni í heild. Og á eftir á dagskránni þá fjallar síðan einn stærsti kornbóndi landsins landbúnað á krossgötum og ég sannfærð það eftir að hafa bæði heimsótt Björgvin og horft yfir akrana hjá honum að hann mun lýsa hér þeim tækifærum sem eru til staðar í kornrækt á Íslandi. Vinna við nýjan samning við skólann á lokastigi, verkefninu næstu árum eru mörg. Fæðuöryggis og kornræktar, þá má nefna önnur mikilvæg verkefni, almennt loftslagsmál og loftslagsvænan landbúnað sem reyndar auðvitað fléttast inn í öll verkefni stjórnvalda og við Áslaug erum ekki bara loftslagsráðherrar og loftslagsráðherrann Guðlaugur Þór heldur erum við það öll
og það skiptir máli að í öllum greinum samfélagsins lítum við á loftslagsmál sem eitt mikilvægasta verkefnið. Það er mjög mikilvægt að efla rannsóknir losun gróðurhúsalofttegunda frá landbúnaðarstarfsemi þá sérstaklega, og við höfum verið að ræða þau mál hvort sem frá hefðbundnu landbúnaði eða þau mál sem eru krefjandi og lúta að landnýtingu. Við getum nefnt hér endurheimt votlendis og endurheimtarverkefni ýmiss konar sem ég veit að skólinn að leggja sífellt aukna áherslu á. Í hringrásarhagkerfinu þá þurfum við að vinna bættri nýtingu lífrænna hráefna til ræktunar, eflingu lífrænna framleiðslu og samspili landbúnaðar og náttúruverndar. Og nú náttborðið mitt orðið mjög hlaðið því að til viðbótar við kornskýrsluna nú komið mikið stykki sem heil bók mold, sem ekki bara skemmtileg, heldur líka gríðarlega vel skrifuð og fulla flottum myndum. Þannig ég mæli með henni svona til skiptis við kornskýrsluna. Landbúnaðarháskólinn þarf að vera leiðandi á þessu sviði og tryggja líka með því að miðla með skilvirkum hætti þekkingu, upplýsingar inn í greinina en líka til almennings að landbúnaðurinn getur nýtt þessi tækifæri í krafti bestu fáanlegu þekkingar hverju sinni. Það er mikilvægt að Landbúnaðarháskólinn hafi þá ímynd meðal almennings líka að vera leiðandi í þekkingarsköpun, þekkingaröflun og þekkingarmiðlun. Yfirskrift fundarins hér í dag sem framtíð íslensks landbúnaðar, tækifæri og áskoranir mikilvæg vegna þess að hvort tveggja alltaf til staðar í íslensku landbúnaði. Það eru tækifæri og áskoranir sem takast á, bæði hérlendis og erlendis, eins og verður fjallað síðar á þessum fundi, og mér hefur fundist mjög áhugavert að hitta mína kollega á alþjóðlegum fundum, ekki síst í Evrópu, en þar hef ég líka hitt landbúnaðarráðherra frá Nýja-Sjálandi, frá Kanada, frá Bandaríkjunum og víðar og jafnvel frá Asíu, vegna þess að allstaðar verið að vinna þessum sömu áskorunum. Allstaðar verið að velta fyrir sér með hvaða hætti getum við nýtt sama magn af auðlindum til þess að framleiða meira magn af fæðu. Með því að draga líka úr kolefnisspori og skila komandi kynslóðum sömu gæðum og við búum við núna í anda sjálfbærni. Það áhugavert líka að tala það að allir þessi landbúnaðarráðherrar meira og minna eru líka velta fyrir sér möguleika á nýliðun í landbúnaði og hafa áhyggjur af því að fólk sem vinnur í landbúnaði sé að eldast. Það ekki bara hér heldur víðar, og þar skiptir máli að landbúnaðurinn sé fremstur í flokki sem vettvangur nýsköpunar, tækni, hugvits og þróunar. Þannig að hann sé í sókn og sé spennandi vettvangur fyrir ungt fólk. Það skiptir miklu máli. Nú síðustu misserin þá hefur landbúnaðurinn verið að takast á við stórar áskoranir og ekki bara hér heldur veröld víða, bæði vegna heimsfaraldurs kórónuveiru sem hafði áhrif á aðfangakeðjur út allan heim, en núna ekki síst vegna stríðsins í Úkraínu. Á Íslandi þá minna náttúruöflin reglulega á sig, og má eiginlega segja að í heild sé heimsbyggðin meðvitaðri núna fæðuöryggi heldur en nokkur sinni fyrr. Og það skiptir okkur miklu máli að búa þar að þessari greiningu Landbúnaðarháskólans það efni. Við getum ekki tekið því sem sjálfsögðum hlut að hafa ótakmarkað aðgengi að matvælum. Á sama tíma það mikil áskorun fyrir landbúnað heimsvísu að framleiða nægilega mikinn mat fyrir vaxandi mannfjölda. Við verðum að draga úr losun, við þurfum að framleiða meiri mat og við þurfum að nýta hann betur. Við þurfum að draga úr matarsóun og við þurfum líka að hugsa það að aðgengi að mat kjaramál. Stjórnvöld, Landbúnaðarháskólinn og bændur sjálfir þurfa öll að takast á við þessar áskoranir, en við eigum líka tækifæri og í ráðuneytinu hefur verið lögð mikil vinna í að móta stefnu til lengri tíma, því að það skiptir líka máli vegna þess að við þurfum að vita hvert við erum að fara. Það skiptir máli að stjórnvöld, bændur, samfélagið allt, neytendur, að við vitum hvaða framtíðarsýn við höfum í þessum efnum.
Og þar eru tillögur sem að liggja núna fyrir Alþingi og ég veit að mörg ykkar þekkið hér. Annars vegar tillaga matvælastefnu sem á að vera svona grunnurinn undir framtíðarsýn Íslands í því að vera matvælaframleiðandi þjóð, hvort sem að það landbúnaður, sjávarútvegur, fiskeldi eða hvað það annað sem að þar kemur á okkar borð. En síðan sérstök landbúnaðarstefna sem Alþingi líka með til umfjöllunar. Báðar þessar stefnur gera ráð fyrir því að við förum ekkert áfram öðruvísi heldur en með því að huga að menntun, rannsóknum og þekkingaröflun. Þetta helst algjörlega í hendur og ekki annar málaflokkur. Þetta sami málaflokkurinn. Þessi stefnumótun hugsuð þannig að hún sé verkfæri, hún sé leiðarvísir til þess að halda áfram. Í matvælastefnu leggjum við áherslu á sjálfbærni í matvælaframleiðslu, við horfum til umhverfisáhrifa, hringrásarhagkerfisins, en við fjöllum líka byggðamál og við fjöllum líka jöfnuð. Þá fjallað fæðuöryggi eins og ég hef áður nefnt og matvælaöryggi sem að snýst það að horfa til þess að þau matvæli sem eru í boði séu örugg, að þau séu heilnæm. Það líka komið inn á þarfir neytenda, þetta samtal milli framleiðenda og neytenda, neytendavitund og neytendahegðun, með það mikilvægi í huga að þetta ekki andstæðir hagsmunir, heldur sömu hagsmunirnir, vegna þess að það skiptir óendanlega miklu máli fyrir landbúnað, að landbúnaður sé ekki verkefni og viðfangsefni bara hinna dreifðu byggða, heldur samfélagsins alls og við búum ekki til póla í þeirri umræðu. Þar líka fjallað rannsóknir, nýsköpun og menntun eins og ég nefndi áðan. Landbúnaðarstefnan byggir svo að 3 lykilbreytum sem talið að munu hafa mikil áhrif á þróun landbúnaðar. Það landnýting, það loftslagsmál og umhverfisvernd og svo tækni og nýsköpun. Þar sett fram metnaðarfull framtíðarsýn umgjörð landbúnaðar í heild sinni og tekur til þess starfsvettvang sem framleiðsla landbúnaðarafurða Við stefnum að því að vera leiðandi og ég tek undir það sem að kollegi minn Áslaug Arna sagði hér áðan, að það skiptir máli að stjórnvöld séu samferða greininni sjálfri í því að vera í sókn og að við trúum því að við getum verið í fremstu röð vegna þess að þangað ætlum við. Nú staðan þannig varðandi landbúnaðarvörur að búfjárræktin stendur fyrir 90% af framleiðslu kjöts, 99% af framleiðslu mjólkurvara og 6% af framboði eggja. Hins vegar sér garðyrkjaþjóðinni aðeins fyrir 43% af framboði grænmetis og kornrækt aðeins 1% af framboði korns til manneldis eins og staðan núna og þá má alveg sjá að þessu hvar sóknarfærin eru tölverð. Framleiðsla landbúnaðarafurða varðar samfélagið allt og stefnunni ætlað að skapa sterkar stoðir fyrir hana til framtíðar. Það mikilvægt að hafa í huga í þessum tillögum 2 sem eru núna til afgreiðslu á Alþingi og vonandi klárast að afgreiða þær. Og ég vil nefna líka nýja stefnu í landgræðslu og skógrækt og öðrum þeim stefnum sem að liggja fyrir Alþingi. Þá sé verið að róa í sömu átt. Við erum allstaðar að tala kolefnisspor, við erum allstaðar að tala hringrásarhagkerfi, við erum allstaðar að tala vistkerfisnálgun og við erum allstaðar að tala sambúð matvælaframleiðslu og líffræðilegrar fjölbreytni. Þar sem að má ekki ganga á þau gæði jarðar. Markmiðið bætt fæðuöryggi, sterkari stoðir framleiðslunar og aukin tækifæri fyrir íslenska landbúnað og íslenska matvælaframleiðslu í heild. Við eigum mikla vinnu innan ráðuneytisins síðan að búa til aðgerðaáætlun á grundvelli stefnunar vegna þess að stefna getur verið mjög gott gagn til þess að setja upp í hillu en til lítils nema að á grundvelli hennar sé bæði búin til aðgerðaáætlun og hún sé fjármögnuð. Það algjört lykilatriði og svo mikið veit ég eftir að hafa verið lengi ráðherra að það ekki fyrr en að peningarnir eru komnir sem að stefnan verður að veruleika. Það hefur líka þýðingu í þessari umræðu allri að núverandi búvörusamningar renna út í árslok 2026. Þeir eru í gildi til 10 ára og markmiðin sem hér hefur verið fjallað skipta máli þegar við erum að tala framtíðar stuðningskerfi landbúnaðarins
Við ætlum okkur líka að eiga Landbúnaðarháskólann að við undirbúning þess, það skiptir miklu máli. En nánari umfjöllun það krefst lengri tíma, ég geti haldið lengri ræðum það, ég ætla ekki að gera það núna. Þó að sannarlega sé það hluti af umfjöllunarefninu og áskoranir og tækifæri landbúnaðarins. Eins og fram hefur komið að þá geti því miður ekki verið með ykkur allan fundin, en hér töluvert af mínu fólki sem að mun fylgjast með fundinum. En loka orðin mín eru þau að lykilhlutverkið í því að takast á við áskoranir þessarar aldar í höndum Landbúnaðarháskóla Íslands. Hringrásarhagkerfið, sjálfbærnin, loftslagið, draga úr kolefnisspori og auka fæðuöryggi, rannsóknir, vísindi, þekkingaröflun, menntun unga fólksins okkar eru forsendur öflugs landbúnaðar og þar með fæðuöryggis fyrir Ísland og þar Landbúnaðarháskólinn sem sé forystuafl. Gangi ykkur vel í dag og gangi ykkur vel áfram í ykkar mikilvægu störfum. Takk. Já. Þetta bara svona. Já, takk fyrir orðið, fyrir stuðning, fyrir traust gagnvart okkur. Ég búinn að gefa afslátt núna tímanlega í dag, en við höldum áfram. Ragnheiður, rektor, mun koma inn með sín og horfa áfram veginn hvert við ætlum að fara á næstu árin. Ragnheiður, ég veit þú hefur 130 glærur, en við rennum yfir þetta saman og vonandi fáum við líka tíma til að við leifum kannski tveimum, þreimum spurningum í lokum. Já, takk fyrir þetta, Kristján. Ég var náttúrulega búin að sjá það fyrir mér að ég geti stólið mínútunum hans Guðlaugs Þórs líka, en þær eru vist farnar og vel það. Þannig að ég ákvað bara að skilja minnispunktan eftir á borðinu og þá gleymi ég helmingnum og þá held ég við náum að vera innan tímamarka. En ég fyrst og fremst ánægð með það, þegar ég var að hlusta á ráðherrana, að ég skildi ekki kalla erindi mitt Landbúnaðarháskóli Íslands í vörn. Ég greinilega bara svona í línu þarna með þeim og virkilega gaman líka að heyra það hvernig ráðherrar eru farnir að tala langtíma áætlun, stefnu sem sagt til langs tíma, aðgerða áætlun og fjármögnun. Þetta bara það sem skiptir öllu máli og líka það sem að Svandís kom inn á að tala að stjórnvöld og bændur og háskólarnir eða rannsóknaraðilarnir þurfa að vinna þetta saman. Það bara nákvæmlega þetta sem við þurfum að verða betri í hér á Íslandi. Þannig að það bara virkilega gaman að heyra það að þetta sé að þróa svona í þessa átt og það nokkuð hratt. Ég ætla að byrja á að fara aðeins yfir tölur ársins, af því að þetta nú ársfundur, þá það tilhlýðilegt að fara yfir rekstur ársins. Og tekjur ársins 2022 voru 2,1 milljarður og gjöld rétt rúmlega 2 milljarðar, þannig að afkoma ársins var 93 milljónir á árinu 2022. Og má segja að rekstur Landbúnaðarháskólans bara í góðu jafnvægi og búin að vera það undanfarin ár. Og við höfum verið í sókn og erum heldur að bæta í á þessu ári líka. Áherslur í starfinu samkvæmt stefnu 2019 til 2024 í 6 köflum sem eru nýsköpun, rannsóknir og kennsla og hvernig það samtvinnast og styður við hvert annað. Síðan erum við með mikla innviði í skólanum sem við höfum verið að nýta með betri hætti og svona ná árangri í því, eins og með endurmenntun líka sem við teljum þar undir, að ná þar líka góðum rekstrartölum. 5. kaflinn hjá okkur hefur verið að horfa inn á við og hvernig við getum eflt starfsánægju og fengið til okkar bara fólk líka nýtt sem vinnur vel með okkur og bara fjölga nemendum og starfsmönnum og bara vera svolítið í sókn og 7. kaflinn síðan hvernig fólk horfir á okkur utanfrá. Þannig að svona höfum við unnið þetta núna á undanförnum árum. En það sem
margt hefur gerst á undanförnu ári og við höfum náð miklum árangri varðandi þau markmið sem við settum þarna fram sem eru töluleg. Þá ákváðum við bara að byrja strax á því að huga til stefnu næstu ára, þó að 2024 sé ekki alveg komið. Þannig við höfum á undanförnum mánuðum haldið starfsmannafundi og verið á svona borðum eins og hér, kannski svona nokkuð svipað mörgum og rætt þessi mál og viljum halda áfram á sömu braut en svona gera enn betur og erum svona kannski að fækka þessum köflum okkar núna niður í 4 og svona þó áherslurnar séu kannski verði ekkert mjög breyttar frá því sem þá þurfum við að eins og í umbóta starfi alltaf að gera enn betur á morgun en í gær. Stóra verkefni sem kannski snera öllum starfsmönnum á síðastliðnu ári var gæðaúttekt opinberu háskólanna. Þetta annar hringur sem farinn, þar sem allir háskólar eru teknir út af alþjóðlegri nefnd og það Gæðaráð íslenskra háskóla sem stýrir þeirri úttekt og velur nefndarmenn sem eru þá erlendir aðilar og svo einn íslenskur nemandi. Og við unnum hér fyrirpart ársins að sjálfsmatsskýrslu og síðan kom nefndin og tók okkur út í byrjun nóvember. Og mér langar til að hrósa öllum starfsmönnum sem komu að þessari vinnu og nemendum einnig að nefndin hafði orð á því hvað var gaman að koma til okkar, hvað allir voru hreinskiptir og opnir og bara til í að ræða málin og það var alveg augljóst að það var engu stungu undir stól neins staðar og allir til í að vera með og mjög mikil jákvæðni þannig að þeim fannst það bara mjög athyglisvert og greinilega ekki sjálfgefið. Þannig að í lokaskýrslu sem kom út núna í apríl 2023 þar fáum við bara mjög góða umsögn. Auðvitað benda þau á þætti sem við getum gert betur eins og vera ber en umsögnin bara afskaplega gott og góð og við getum verið afar stolt af þessari úttekt. Nú þegar farið að undirbúa þriðja hring, þannig að ég og mannins og geðstjóri erum að fara á fund núna eftir hádegi með geðráðinu, þar sem verið að ræða einmitt það hvernig áherslurnar verða þá í þriðju úttekt, því að þetta alltaf stöðug umbóta starfsemi þar líka hjá þeim, hvernig þau framkvæma úttektirnar. Nú við erum á hverju ári að vinna að uppfærslu reglna og stefnuskjala og það bara endalaust verkefni af því að hlutirnir eru alltaf að breytast og maður nær aldrei að vera alveg svona, má sletta on top of it til þess að hafa alltaf up to date. En á árinu 2022 settum við fram loftslagsstefnu og aðgerða áætlun. Við settum fram nýjar reglur framgang akademísks starfsfólks við Landbúnaðarháskóla Íslands, reglur nýráðningar og hæfismat akademískra starfsmanna við Landbúnaðarháskóla Íslands, reglur ótímabundna ráðningu akademísks starfsfólks við Landbúnaðarháskóla Íslands og þarna erum við ekkert að finna upp hjólið. Við vinnum mjög vel með sérstaklega Háskóla Íslands hvað varðar svona skjöl. Þannig að þetta í raun og veru vinna sem þar hefur farið fram sem við síðan höfum aðlagað að okkur. Nú við settum fram alþjóðastefnu, uppfærðum jafnréttisáætlun, settum fram reglur viðbrögð við einelti, kynferðislegu og kynbundnu áreiti og síðan reglur akademísk gestastörf. Og svona höfum við unnið á undanförnum árum og það alltaf verið að fara yfir að hluta af þeim reglum og stefnuskjölum sem við höfum og síðan einnig, og það kannski sem kom fram sem umbóta tækifæri hjá úttektarnefndinni, að við getum gert betur í svona almennum verklagsreglum, þar sem við erum að skrá ferlana sem við vinnum eftir. Þannig að það svona verkefni framundan. Nú, þetta núverandi skipurit sem við höfum unnið eftir frá 1. janúar 2020, þar sem starfið okkar var kannski svolítið sýnilegra með 3 fagdeildum, þar sem við röðum síðan brautunum okkar inn. Núna umræðan svo hvort við jafnvel að fækka fagdeildunum, jafnvel hafa eina fagdeild og láta brautirnar verða sýnilegri, en það svona bara umræða sem við erum í núna. En ég vil bara segja að allar fagdeildirnar okkar hafa verið að vinna virkilega gott starf. Það hefur fjölgað þarna nemendum á öllum deildum og ekki síst í framhaldsnáminu.
doktorsnemar og meistaranemarnir og það styður svo mjög líka og náttúrulega við hvort annað þegar rannsóknir eflast og alþjóðlegt samstarf þá fáum við auki fjármagn og getum þá auglýst doktorsnámsstöður og þetta svona bara fer þá allt saman rúlar í rétta átt. Stoðþjónustan hefur eflst sömuleiðis og Landgræðsluskólinn er einnig alltaf að stækka og eflast. Bara til að nefna nokkur verkefni, eins og ráðherra nefndi hér, matvælaráðherra, þá nefndi hún 35 verkefni einungi sem snéru að rammasamningnum við ráðuneytið hennar. Þannig að við erum auðvitað með svo gríðarlega mörg verkefni að ég gæti aldrei farið yfir þau öll hér. En mér langar bara til að draga fram nokkur til að sýna ákveðna breidd í starfinu okkar. Þetta verkefni sem var unnið á deild skipulags og hönnunar, eða nokkur verkefni raunar. Eitt styrkt af norrænu ráðherranefndinni og síðan eru 3 kostverkefni sem svona samstarfsnet sem styrkt af Evrópusambandinu, þar sem kemst í kynni við í raun og veru risastóran hóp fólks sem að vinna í svipuðu og þú. Og ég vil bara tækifæra að minna á þetta kost núna því að þar sit ég í vísindanefndinni fyrir hönd Íslands og það er rétt núna ókomin listi yfir 70 ný verkefni. Þannig ef það er eitthvað þar á lista, þar sem Ísland er ekki nú þegar með, þá getur Rannís tilnefnt 2 fulltrúa inn í það kostverkefni. Það er engin peningur til rannsókna en það er peningur fyrir ferðarlögum, þáttöku í fundum og líka námskeiðum, þar sem maður getur kannski verið með 15-20 manna námskeið, annarkvort haldið námskeið eða tekið þátt í því eða sendt einhverja unga nemendur frá okkur á slíkt og svo líka svona starfsmannaskipti, þar sem maður getur verið hjá einhverjum öðrum eða fengið einhvern annan til sín í einhverja vikur eða mánuð. Þannig að þarna er mikill tækifæri og Rannís birtir listan bara núna á næstu dögum, þannig að endilega fylgist vel með því. Nú síðan var verið að horfa ekki bara á Norðurlöndin og Evrópu heldur líka hér innanlands hvernig við erum að nota þetta hugtak og aðferðafræðina. Verkefni á náttúru og skógum vil ég nefna hér alþjóðlega meistaranámsbraut í endurheimtafræðum sem að mikil vinna liggur á bakvið að undirbúa. Þessi námsbraut er á ensku, kennd og er 2 ára þverfagslegt nám og hefst núna í ágúst og það eru þegar komnar fjölmargar umsóknir í það nám frá ýmsum löndum. Nú það er búið að nefna hér jarðræktina, stórt verkefni hjá okkur á ræktun og fæðu og þarna er mynda sem að þeir félagar eru að kynna skýrsluna góðu, bleikir akrar og mjög gleðilegt að þær stóru áætlanir sem þeir setja fram í þeirri skýrslu kemur bara fram í fjármálaáætlun síðan og ráðherra nefndi hér líka áðan mikilvægi þess að við sjáum jarðræktarmiðstöð sem fyrst. Þar var búið að gera samning það að Landbúnaðarskólinn myndi leggja inn korpujörðina og fá í staðinn að kaupa Miðfossa sem er þegar gengið í gegn eins og kom hér fram líka og að við myndum fá að byggja nýja jarðræktarmiðstöð í staðinn fyrir þá sem hefur verið á korpu og mann sinn fífilfegur má segja. Þannig þetta er risamál og jarðræktarmiðstöðin er í raun og veru það mál sem við setjum á oddinn hjá okkur og ræðum eiginlega ekkert annað eða setjum ekkert annað fram á fundum með ráðuneytinu þessa dagana. Aðeins að nefna ylræktina, af því að það er svona annað stórt mál sem við sjáum að Ísland geti gert betur í og náð árangri og við sjáum það að stærstu aðilarnir hér hafa verið að stækka mjög framleiðslu sína. Við höfum verið að gera tilraunir með tómataræktun núna á undanförnum misserum og sjá hvernig hægt er að bæta uppskeru og gæði. Síðan höfum við fengið hér erlenda aðila til þess að halda með okkur ráðstefnu á Selfossi síðastliðið haust og þá einnig fundi með bændum bæði í Reykholti og Flúðum. Og starfsmenntanám Landbúnaðarskólans í Garðyrkju var flutt til Fjölbrautaskóla Suðurlands í ágúst 2022 en rannsóknirnar eru ennþá innan Landbúnaðarskólans og við höfum verið að vinna svolítið með þeim í sérstaklega Almería og frá sérfræðingum sem hafa verið hjá Wageningen í því að huga svona tækifærum okkar þarna og eru með í undirbúningi skýrslu sem verður unnin í samstarfi við þá
og þá sem hluta af samningi við matvælaráðuneytið. Nú, metanlósun frá iðragerði nautgripa, aðeins að nefna það var fyrrum umhverfisráðherra sem styrkti hér það verkefni, þannig að við gætum keypt mælibúnað svo að við hefðum nú aðstöðu til þess að afla grunngilda. Mælibúnaðurinn hefur verið í Hvanneyjarfjósi nokkur skeið og núna komin á Suðurland og það svona markmið að mæli að minnsta kosti 3 fjósum til þess að fá grunngildi góð áður en að við förum að gera prófanir síðan með áhrif fóðurs á losun. Endurmenntun, eins og ég sagði áðan, hefur verið að eflast mjög mikið á undanförnum misserum og komin í góðan rekstur og það nú ekki ætlunin að vera með einhvern mikinn hagnað þar, en það var töluverður hagnaður á síðastliðnu ári. En þetta samkeppnis starfsemi sem þarf að vera rekin á núllinu og háskólinn á ekki vera að borga með. En þarna sjáum við langan lista af nýjum námskeiðum sem við höfum verið að bjóða upp á og mér langar sérstaklega til þess að nefna hér reiðmanninn að því að við erum nýbúin að útskrifa það núna 1. maí og það var svo gaman að sjá hópana sem komu frá öllu landinu. Fólk var að koma jafnvel með hestana sína til að sýna frá Egilsstöðum alla leið. Og allir hóparnir voru með gríðarlega góða mætingu. Það vantaði kannski bara jafnvel 2 eða eitthvað sem frá úr sumum hópum. Þannig að þarna eins og þið sjáið á þessum myndum þá var bara gleði þarna gríðarleg og það voru 147 sem að útskrifust úr reiðmanninum núna síðastliðinn vetur hjá okkur og það eru hátt í 200 skráðir næsta ár. Og þetta bara, má segja, vinna endurmenntunarstjóra og Randíðar Hólaker og þeirra kennara sem koma þarna að og vil þakka sérstaklega Randi og Áshildi fyrir að stjórna þessu svona vel, halda svona vel utan þetta, af því að það skilar okkur gríðarlegum árangri og ég vona það líka og trúi því að þetta muni líka efla hæstafræðina hjá okkur. Þarna eru komna nýjar hugmyndir allskyns viðbótarnám og fleiri námskeið, þannig að ég verið búin tíma nokkuð? Ok. Jæja. Heyrðu, fer bara mjög hratt hérna. Samstarfssjóður háskólanna, þar fengum við 9 verkefni, þar sem við leiðum 2, en þetta sem sagt háskólaráð þeirra styrkti alls 26 verkefni og við erum sem sagt þáttakendur í 9 af þeim. Bara rétt að nefna hérna þessa sendinefnd Háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðherra til Singapúr. Singapúr leggur rosalega mikla áherslu á það að vera með góða innviði, ná til sín sterku fólki og vera í samstarfi við bestu háskóla í heimi. Og það var svona kannski markmiðið með heimsóknina að við myndum tengja Singapúr, en í Singapúr lærði maður í raun og veru að Singapúr að linka sig við Wageningin. Þannig að ég myndi bara miklu frekar vilja linka mig bara beint við Wageningin. Mér finnst það svona beinni leið, en þarna eru örugglega tækifæri líka. En þetta var sem sagt í nóvember sem við fórum hér, en við erum náttúrulega svo mikið á undan í landbúnaðarskólanum, þannig að við vorum auðvitað í október búin að fara til Wageningen og svona tryggja okkur svona svolítið aukið samstarf við þá. Og mikill áhugi á báðum skólum og við erum nýbúin að fá heimsókn síðan frá þeim til okkar og ég held að séu að minnsta kosti 3 nemendur að koma í skiptinám til okkar frá þeim núna næsta vetur og við erum með 1 nemenda nú þegar þar. Þannig að þetta háskóli sem svona einna bestur ef ekki bestur í heimi á okkar sviðum og þeim viljum við tengjast. Bara að því að ég að horfa á Kristján hérna og reyna að tala hratt. Hann hefur haldið alveg rosalega vel utan alþjóðastarfið okkar og það bara aukast alltaf að erlendir nemendur vilja koma til okkar. Það sem núna sem takmarkandi, það eru nemendagarðar. Þannig að við erum þegar farin að huga því hvort að við getum stækkað nemendagarð okkar eins og þeir hafa gert á Ísafirði og Flateyri með tilkomu fjármögnunar að hluta frá ríkinu. Það ákveðnar reglur þar Uni Green Alliance, þarna góði vinur okkar hér frá Varsjá á lista, lífvísindaskólinn þar, háskólinn á Almería á Spáni sem leiðir verkefnið og síðan 5 þarna til viðbótar. Gríðarlega skemmtilegt og spennandi samstarf sem við eigum þarna. Ég búin að fara á nokkra fundi með Kristján og það bara liggur í loftinu, bara strax og maður hittir fólkið að þarna mikill vilji til samstarfs og alvöru samstarfs.
og það alveg sem sagt frá rektorum og bara allir skólarnir eru þarna með. Við erum góðir þátttakendur í University of Arctic á nokkrum sviðum. Þarna nú Eyjólfur vinur okkar á Akureyri í panel, fór þarna á fund með honum, en þetta mjög líka spennandi og mikilvægt samstarf fyrir okkur. Evrópusamstarf lífvísindaskóla erum við líka verið að gera okkur gildandi núna undanförnu og erum orðin virkir þáttakendur þar. Nova samstarfið sem samstarf doktorsnámskeið og var líka meistaranámskeið, núna svona á doktorsnámskeiðin fókusinn. Það að lifna við aftur og alþjóðaskrifstofan okkar að taka við umsjón með þessu næstu árin. Þannig að við erum í raun og veru að taka við formennsku og munum sjá skrifstofuna núna. Tökum við í næsta mánuði. Það sem þessir aðilar munu heimsókja okkur á Hvanneyri í 3 daga, núna í byrjun júní, og við tökum þá formlega við stjórnarmennskunni. Glitnir, mjög spennandi samstarf, nýsköpunar- og þróunarsetur á Vesturlandi, þar sem Bjargey Guðbrandsdóttir var ráðin núna fyrir hálfu ári framkvæmdastjóri og umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti var að bætast í hópi núna með mjög myndarlegu framlagi. Orkidea sem var stofnuð 2020, Grænir iðngarðar á Suðurlandi hefur verið kannski stærsta verkefni þar, en líka mikið samstarf og gott við systurstofnanir og þau hafa náð líka gríðarlegum árangri í að fá til sín verkefni og byrjuðu sem 2 starfsmenn og eru núna 3 og maður veit ekki hvað fer svo að gerast, en það mikil uppbygging þar. Ölfus Cluster sem stofnað var, mikil uppbygging líka árið 2022, sérstaklega á sviði fiskeldis. Nývest, þar eru við líka með stofnaðili og með fulltrúa í stjórn. Þörís, Þörunga, þar eru við líka stofnaðili með fulltrúa í stjórn og svo bara ætla ég að hætta hér, en bara þetta nákvæmlega það sem ráðherra var að segja. Við þurfum að hafa framtíðarsýn til langstíma með aðgerðaáætlun og fjármögnun og þurfum öll að standa saman að þessu. Takk fyrir. Takk. Rakel, og sorry fyrir að stressa þig, en það bara svo margt að gerast hjá okkur. So next on the agenda we have now our guest from Warsaw, from Poland, and I'm extremely grateful and happy, dear Professor Michał Zasada, that you made it all the way from Warsaw here. We are partners, we're both founding members of the UniGreen Alliance, the Green European University, that officially started this January, co-funded by the European Commission. I think Poland and Iceland, they have a unique connection. There's a lot that we share. I think around 6-7% of the Icelandic population, or you see, today it's even more since you were here. So has a Polish passport, so there's a lot of things we have in common and we share, and therefore I think it's even more good that the Warsaw Life Science University joined the UniGreen Alliance. It's good for our cooperation as well. So you will, of course, share some history of you and your university, but the Life Science University of Warsaw is the biggest and the oldest life science university in Poland. So, and they're very strong in of most of the fields that we share. You have the veterinary science, for example, as well, that we are lacking still of, and I know that many Icelanders came to Poland and got educated as vets in your university. So we're extremely happy that you're here and share some of your insights, of your experience, that you as rector of this marvelous university experience in your everyday life and are willing to share with us, and we are happy to have you. Thank you very much. Okay. Samuel. Can you hear me?
Okay. We're looking for the presentation. Músin eitthvað farið? It's somewhere. Ég var ekki kíkt að. No, it's not working. It's here. Okay. Yeah, Okay. yeah, we are here. No problem. Okay, that would be good. Yeah. If I have this possibility, I would rather prefer to talk a little bit, to walk a little bit. Okay, good morning. And I think getting some coffee, it's a good idea because you have like half an hour with me, so get some help. So actually what you can see here is it's my office actually at the campus of the Warsaw University of Life Sciences. And we have this slogan that we know everything about life at SGGW, which actually is the abbreviation of Polish name of our university, which loosely translated into English is the Main School of Rural Household. And we are using this name since 1918. In English, we call ourselves Warsaw University of Life Sciences. We used to be Warsaw Agricultural University. And frankly speaking, God knows what will be our English name in the future. What we know for sure that we are not going to change our Polish name because we consider that as a brand. My name is Michał Zasada. I am a director of the university. And actually, there will be some screw up probably with the fonts, but anyway. What is this SGGW? So this is, as Christian mentioned, the oldest and the largest Polish agricultural university. We claim that we were established in 1816, so more than 200 years ago, as an agronomical institute in Marymont. Marymont used to be a small village close to Warsaw. Right now it's a part of Warsaw, the capital of Poland. But under the name of the Main School of Rural Household, this SGGW, we operate since 1918 when we regained our independence after 123 years of being slaves. I know that you are 564 years under Danish rule, so we are kind of similar, but you are tougher because you are farther to the north. Some slides, the institute in Marymont, 1816. It used to be the vocational school for nobles dealing with agriculture, horticulture, and forestry. We operated in many places in Warsaw, but we moved finally to the southern part of Warsaw. And it used to be the part of Warsaw that was out of the city. And this is the slide from the picture from 1960s, more or less, what it looked like. And today we are the modern university located in the middle of 300,000 district of Warsaw. And as we have 16,000 students, so we can consider ourselves as University of Iceland in Iceland. So our university in the Ursinów district of Warsaw is more or less the same proportion. Okay, so this is more or less what it looks like, and you are very welcome to come, and I am pretty much sure that you will visit us in the near future. Some numbers, as I mentioned, 16,000 students, more than 2,500 employees, more than 1,200 academic teachers, more than 1,000 foreign students. So these are some statistics. We are completely out of the scale, but frankly speaking, when I was listening and watching the presentation by your rector, I saw some places that were really very similar. And looking at our contacts and our, let's say, experience, I am pretty much sure that we can cooperate very fruitfully, despite of the fact that we are 40 times larger or smaller. That doesn't really matter. Why I'm here, actually. So first of all, I do like Iceland for many things, for its landscape, for its nature, for its unique atmosphere, for its people. I'm a forester by myself, so even in this topic, I can find a lot of good, interesting, nice, fascinating things. But actually, my first contacts with Iceland started in 2008. We had a project together with the Jagiellonian University, the oldest and the largest Polish
and the best Polish university, which has almost 700 years. And with the University of Iceland, we had a project, Polish Education Dynamical Development Assistance, with the abbreviation POL-EDDA. Our friend who was the founder of this project has a unique talent to create some abbreviations or acronyms. So this is actually the picture from 2008 when we came to Iceland for the first time. Obviously, Blue Lagoon for tourists. I do hate this place very much. Here, obviously, the next reason is that you have this annual Agricultural University of Iceland days. And I thank you very much for the invitation. That was very short notice, but I couldn't resist myself to have this opportunity to be in Iceland once again. We actually also do have the university days in Warsaw. It's a little bit maybe different, maybe similar to what you have here. We have the internal meetings of our faculty, staff, and students, but we also organize it like a picnic for these guys who are living in Warsaw. And as you can see that if the weather is nice, our campus is actually packed with people, and we try to show what we have as a university to offer to the society, to students, to people, to the economy, and so on. And it happens that actually this Friday we start this university days in Warsaw. Probably next year, some of you can come with no problem. Why we are together, well, that was already mentioned here, that we are the members of the UniGreen, the Green European University, together with 5 other institutions in Europe. And actually, again, the scale and the character of this institutions is extremely different, starting from the largest university of Modena, which is probably 100,000 larger than you are, more or less. But also the small schools from Belgium and France that are extremely well specialized in some things like biotechnology or vocational training. I'm pretty much sure that this very diverse and very geographically spread consortium is able to really cooperate very efficiently, especially that we are really quite similar to each other and we actually share the same problems. I'm not going to talk too much about the UniGreen visions and things like that. You can read that on the UniGreen websites, and I'm pretty much sure that you are already aware of that, because this is quite important topic, at least at my university. We try to actually not only promote, but do everything on the everyday basis attached to the UniGreen label, and I am pretty much sure that you have the same here in your university. And again, looking at the composition of the UniGreen consortium and at the problems that we all face on our country's scale and also on the European and global scale, I can say that the UniGreen can be the ultimate response to most of these urgent issues that agriculture in Europe and worldwide faces today. I don't know really what should I talk about, because I got a few proposals for this talk. The first was the possibilities and challenges for the agriculture in Europe. I'm a forester myself, so I don't know anything about it, actually. Second thing, the role of the agricultural universities in solving current problems. Well, it's a little bit better, because being a rector, you become also a little bit of the politician and somebody working in the broader context. So, okay, I can say something about that. And the main challenges for the agricultural universities from the Polish perspective, well, this is something I deal on the everyday basis. I can talk about this without any limits. But I try to say a little bit from each of these topics, just again that coffee will not be so much important during the next, let's see, 20 minutes.
Challenges for agriculture in Europe. And these are some universal statements you are aware of, but obviously living in Iceland and living in Poland, there are two different things. Looking at the consequences of these global challenges we face as human beings worldwide. So first of all, climate change, we are all talking about that. And the climate change on the global scale means, first of all, the increasing temperature. But again, the impact of these events or phenomena that are associated with climate change are different in different regions of Europe. Changing weather patterns, I don't know too much how this really impacts you. I know that in our case, that's really a difficult topic for the agriculture in Poland, because we right now facing like a shift in demand and demand for moisture, for example, and the moisture that's available in the environment. So actually, right now when we need dry season for working in the field, we have rain, and then when the plants starting growing and we need rain, we don't get it. So this shift is extremely important, it impacts us very much. Extreme events like floods, like droughts, things like that, that's something that's really affecting the crop yield, especially in some regions of Europe. Livestock and productivity of agriculture. I've read probably yesterday in news that in Spain they slaughter like 40,000 cows because they are not able to feed them because of the lack of water and too high temperatures to grow feed for cows. So that's something we face this way or another, but definitely this is something on the table. Water scarcity, that's probably not something you experience here, but again, looking at our colleagues from Italy, from Spain especially, from Portugal, even from Bulgaria, this is something they deal on an everyday basis. And the good thing about that we have them in the consortium of UniGreen is that we are starting experiencing these topics also, these problems also in Poland. The central part of Poland has always been dry, but nowadays it became even drier, and we are looking at desertification or some areas that are becoming steppe-like. So we can see this process is coming, and our experience of our colleagues from other regions when this water scarcity is especially severe, that will be something we can benefit a lot. Pests and diseases, well, two topics at least. One thing is that the breeding of pests is extremely fast right now. I'm a forester, as I mentioned, and the bark beetle, for example, used to breed every second year. Right now we have 2 generations per year, so you can see that there's a number of pests is increasing. And also the spread of invasive species is something we observe in many places. I'm pretty much sure that that's also the case in Iceland. Decreasing area of arable land, that's also regional, I would say. We can observe kind of contradictory phenomena that on one hand we have a lot of land which is abandoned and not cultivated anymore due to economical reasons, but on the other hand there are some regions and some countries where the urbanization or urban sprawl causes the decrease of the available arable land. We can observe that, for example, in Poland in terms of forestry, that we have a plan of increased forest cover in Poland, and we are not able to execute this program because we don't have enough land to plant a new forest. We are simply packed with urbanization and good soils for agriculture, and we are not actually willing to lose this good land for forestry because we need food, we need also these other energy crops. Labor shortage, well, that's something we do experience a lot in agriculture. In Poland, without labor force from abroad, that would be impossible actually to run agriculture. So we are looking kind of
at other countries, and they also experience or used to experience this process in the past. Quite severe, but also causes some positive effects that we try to kind of solve this problem by switching into more mechanization, more automatization, things like that. Market volatility, well, again, we have the war in Ukraine, and we can clearly see what it costs to let's say, the global markets. From the Polish perspective, we have a big political issue right now because we have a lot of grain and maize and wheat from Ukraine. There is, this year, harvesting is coming, but we don't have place for storage. So again, these movements of goods, the free movements of goods is good for the economy, but on the other hand, we have to consider also the different economic conditions, different level of incomes and things like that, something to deal with for politicians. Environmental sustainability, something we talk a lot about in last years. We do need more food on the global scale, but at the same time we do need more protection of environment. And especially Europe is this place where the environmental issues and this interface between environment and agriculture is extremely important and present in different EU policies, for example. That's something that is also going to impact agriculture in the near future, as there is this policy on increased naturality, let's say, of agriculture, and that will also have strong consequences to our agriculture. Digital transformation, well, that's the global process, but we can also see that this is something that can benefit agriculture, and this is the must in our case. Precision farming, Internet of Things, data analytics, these are those topics we have to invest much more. And the question is IT agricultural science? Definitely not, but is it present in our universities? Definitely yes. So that's one of the signs what we are going to deal with in the future. Social perception of agriculture, very complicated topic. In societies that are more attached to rural area, that's less of the problem, but in the highly urbanized and highly developed countries, that becomes a problem. Actually, agricultural is an equivalent of something which is worse, which is difficult, which is primitive. There are some stereotypes we also have to fight with. And this is also something that affects also agricultural universities, and I will talk about it a little bit later. Changing social demands and expectations. On one hand, we have expectation for healthy food. On the other hand, we have appreciation of rural areas as a place of good living, high quality of life, but also, well, the society expects more animal welfare, for example. That's also something that has an impact on agriculture a lot. Energy transformation, maybe again, in Iceland it's not as big topic as in our case, but looking at Europe and Poland, this is probably the most important issue. If we look at Poland, we depend on Polish coal, Russian coal, not anymore, Russian oil, not anymore, Russian gas, not anymore. So what should we do? We don't have such nice geothermal, for example, as you have. The last trials in central Poland gave us 37 degrees temperature of water from the ground. Nothing. So definitely for agriculture, especially if we consider the animal production, the biogas and biogas refineries, this is something we have to pay more attention to. For Poland, we are on the beginning of the road. We have 100 times less biogas plants than Germany, for example. So we have a big step to be done in the near future. And I do hope that within next months, we'll have a new bill passed by the government where there will be some incentives for the development of biogas, as I mentioned, especially for those who are dealing with animal production. 30% of Poland is covered by forests, and we have a lot of solid
biomass, and we try to deal with this biomass also for the energy purposes. On the large scale, like in this case, the power plant run with chips, but also just a picture of small laboratory for small furnaces produced by small factories, and we are able to do some research on those devices to make them more efficient and more environmentally friendly. Wind, again, a big issue, and photovoltaics. However, looking at the need for energy storage, I would rather go in this order as I shown on these slides. Agrophotovoltaic, maybe not in Iceland, but in, let's say, Spain or Italy, something that goes pretty well because you need shading anyway, so why not to use this shading for something? Okay, so first of all, agriculture is not about agriculture anymore, so we have to agree on that, I guess, and agriculture has always been interdisciplinary, but nowadays this interdisciplinarity is even more important, especially if we look at the society and environment. These are those topics that are extremely, very strongly attached to environmental, to agriculture. That obviously calls for much more collaboration, innovation, and policy support. Without these three elements, we are not able to solve our solutions, to solve our problems. So again, UniGreen can be the ultimate solution for those problems. And also this requires changes in education of specialists because they have to be really much more interdisciplinary. Again, the institute in Marymount 200 years ago, typical rural household. We used to issue the diploma of an educated farmer. This is the original patent wykształconego gospodarza, the diploma of an educated farmer in Polish and in Russian because we were under Russian control at that time. But today, if we look at the, oops, something went wrong with the, anyway. If we look at the structure of scientific disciplines at my university, we have only some of them in the agricultural sciences. The forest sciences, agriculture and horticulture, food technology and nutrition, animal science and fisheries, veterinary medicine. So this is this core of agriculture at our university. In the middle, natural sciences, biology, biotechnology, all this stuff. It has always been there, but right now they are independent, taken out all these specialized agricultural topics. But this part, it's something we developed extremely well over the last years. Engineering and technology, we have IT and telecommunications, civil engineering, geodesy and transport, mechanical engineering, environmental engineering, mining and energy. This is something we do have, and this is a really very strong component. This is like 1/4 of what we have at the university. And social sciences, that's extreme boom. Economy and finances, management, education and sociology. This is actually 1/3 of our students. So are we agriculture university? I'm not quite sure. This is the structure of the university. That's not what is important, but if you ask me, what are the most popular study programs? Well, it's economics, it's informatics, and veterinary medicine, traditionally, also thanks to Nordic countries that support our English program. So, apart from veterinary medicine, these are not topics from agriculture university. But if you look at the worst enrollment at our university, it's actually agriculture and horticulture. So we are in a big trouble. In Poland, for sure. In some countries in Europe, that's the same story. In your case, that can be 50-50. I mean, the vocational training is one thing, but let's say the science research and things like that is another story. So that's something we really do have to deal with, because there are several reasons for this decline in agricultural studies. Shifting of societal perception, that was part of these global topics. Lack of awareness and perception. Nobody knows what they can do in agriculture, actually. This is not agriculture anymore, but it has a lot of other opportunities we have to show to our candidates that they can deal with. Disconnection from rural life. If you ask somebody who is like 6 years old,
where do the milk come from? Well, it comes from Tesco or Walmart. Yeah? This is the regular answer, but they don't know that it comes from the cow, and the cow lives in the farm, and the farm is something that is run by a farmer. So that's something we have to deal with. Technological misperception. Everybody or many people just consider like rubber boots and a fork and some sewage and things like that. But this is not about that anymore. It's a place with much better quality of life, and looking at the surrounding, it's much nicer and much healthier for everybody. Declining of agricultural workforce. Anyway, it has always been a difficult job, and nobody wants to work hard nowadays. So that's part of the problem, that we have a problem. We have an issue here, and economic factors. It's unstable, it's risky, and in some cases it's not very well paid. Well, on the other hand, if you look at those who run big farms on a high technological level, they have nothing to complain about, definitely. So a few pictures. How can we fight these stereotypes? How we should educate our students and society, actually, based on some pictures from my university. On this occasion, well, that's the traditional agriculture. This is one of our farms, about 100 kilometers from Warsaw. We grow some weeds there. We keep fish, mostly carp. We also have sheep, so that's a great opportunity for cooperation, especially we have the traditional breed of sheep for Poland. We are increasing this area very much. But it's also about the animal welfare. It's also about the technology. It's on the left-hand side. It's like a class with students showing the elements of precision farming or precision agriculture. Well, that's something we have to deal with. By the way, we produce 10 tons of milk per day as a university, so that's like information aside. Forestry experimental station in Rogów, 100 kilometers from Warsaw. Two things I would like to put my attention to is the museum of wood and forest, plus the ecological education center for kids, for classes, for people coming from outside, and something we are very proud of. The 100 years old Arboretum in Rogów. This year we have a celebration in a couple of months, and this is not what you can think of, but this is Acer palmatum. But it's a good marketing tool. Everybody is taking picture with these leaves. Yeah. Actions like planting forests with students, also with some society members, but also passing this, let's say, this message to the business, to industry, and these are people from Hewlett-Packard, for example, planting trees at our campus last year. We're trying to provide some, let's say, attractive food to the society. This is the mini kiwi with edible skin, Actinidia from China actually, but grown also in Poland. We try to do like this. Nutrition, that's something which is always a good marketing tool to show food in an attractive way, and also as a healthy alternative of plant-based food to meat. Automation of work, I already mentioned that we do need to go with the let's say, Industry 4.0, and this is our orchard located in Warsaw with some autonomous tractor doing with some spreadings. Water center, I'm pretty much sure this is a good place for cooperation. This is the set of laboratories which is devoted to all research devoted to water quality, water in the environment, with some water park, well, that's for students mostly, and also for the public to show what the water in the environment looks like. Horses, that's also something we can talk about. This is our large animal clinics, which is also located 10-minute walk from the main campus.
But we are also having the genetic department. We have also like horses for riding here. So again, a little bit research, a little bit of society. But we are switching in research mostly towards things that are also extremely important. So water center I mentioned already. Research and Development Center for Food and Nutrition. We have something like that. When we go for more in the future, Center for Ecological and Renewable Energy Education. It's under development right now. Center for Cancer Biology. We have biological department. They work a lot with medicine. Center for Translational Medicine. Quite new thing, quite unique. And we don't host any director of hospitals here because they get stroke after visiting the facilities here. And again, Unigreen is something we have to really stress on our in our all activities. Despite of the fact that we are so different, we all have something to offer to each other, and I am pretty much sure that together with our Ukrainian colleagues that are also involved in our work. Also thanks to the support from Polish National Agency of Academic Exchange, they will be with us and contributing to Unigreen mission and vision. We need students, we need people. I hope to be back soon. 1 minute too long. That was just, thank you very much, perfect. That was 29 minutes, you said? No, 31. Okay, 31. The other way around. I didn't pay attention because I just thought we could organize our next faculty trip to Warsaw, of course. Absolutely. You're very welcome. Nice. Thank you for the impressions. I see there's a lot of opportunities. Oh, I just have to read a book stuff, yeah. Sorry. So, but we have to continue. We are running a bit late in time and við reynum samt að halda okkur innan 2 tíma ramma, kannski fyrir við aðeins yfir og ég held að sé lagi. En núna næst á dagskrá Björgvin Þór Harðarson, bóndi í Laxardal. Hann rekur svínabú og rækta kornrækt á Suðurlandi og sumir kalla hann Biggs kongur Íslands kannski. Já, en við erum mjög spennt og þú deila sögur og reynslur og þínu vinnu með okkar. Takk. Og ég reyna að taka svona. Takk fyrir. Hvar eru glærunar? Já, góðan daginn. Rektor Landbúnaðarháskóla Íslands, ráðherrar sem eru reynda farnir og aðrir gestir. En Björgvin Þór Harðarson heiti ég, svínabóndi og kornbóndi í Laxárdal. Ég ætla aðeins að ræða kornrækt og kannski einhverja krossgautur, bæði gamlar og nýjar. Við sem sé hófum svínabúskap, eða foreldrarnir mínir, 1978. Hófst bara með einu svíni eins og gengur og gerist. Og það svona þróaðist hægt og rólega. Fyrstu krossgauturnar sem eiginlega voru verulega breyting var innflutningur á nýju erfðaefni kringum 1995. Þetta var eiginlega nauðsynlegt til þess að efla samkeppnishæfni greinarinnar. Við sáum það fljótt að það gekk ekki að reyna að, hvað maður segja, búa til og viðhalda því erfðaefni sem var í landinu. Og það var ekkert annað í stöðunni en að gera samning við Norsvín innflutning á erfðaefni. Og það hafði gríðarlega jákvæð áhrif í afkomu greinarinnar. Hún hefði runni bara dáið drottni sínum ef þetta hefði ekki verið gert. Því að til dæmis fóru afurðir hverra giltu úr 900 kílóum á ári í 1700 kíló. Og það eitthvað sem skiptir máli, sérstaklega þegar leið aldamótum og tollanir voru verulega skornir niður. Og þá var eins gott að vera í stakk búin til að takast á við þá samkeppni. En eins og fram hefur komið
ég held að hjá Daðama þá talaði held ég að upp á aldamótum var ræktarland á heimsvísu að verða búið og þá sáum við að fóðurverð fór að hækka. Og þá var eiginlega næstu krossgötur hvað átt að gera í því. Og þá var eiginlega tekin svo stefna að prófa að rækta þetta. Það var hérna í kringum, fyrir aldamótin þá var hérna svo breyting að flestir svínabændur sem voru eftir, þeir ræktuðu, eða sem sé, bjuggu til sitt fóður sjálfur heima á búunum. Þannig að við vorum alltaf að kaupa inn hráefni og við fórum þá að þekkja hráefnin, hvað svínin borðuðu, það var bygg og hveiti og soja og svona og svo fórum við að heyra ykkur á kottrækt og það er bygg og þá var alveg möguleiki, já, er þá ekki bara hægt að rækta þetta. Og lauslega er það þannig að 1 hektari á Íslandi, hann getur gefið fóður sem dugar til að framleiða 1 tonn af svínakjöti. Og það er alveg slatti. En það hófust þessi fyrstu tilraunina með kottrækt upp í Laxárdal 2001 og það var eins og áður sagði vegna mikilla hækkana á hráefnisverði fórum við að skoða þetta. En þetta er náttúrulega upp á fjöllum, hátt yfir sjó og eiginlega ekkert ræktun á land að viti. Þetta voru svona nokkri hektarar á, já, í rauninni aldrei ræktað í Laxárdal sjálfu, heldur á næstu jörð við hliðina, Skaldabúðum og yfir 200 metrum yfir sjó. Það svona kom 1 boki sem við notuðum, en það var allavega byrjunin. En þarna þurfti að taka ákvörðun það hvort að við ætluðum að halda þessu áfram, að rækta þetta eða kaupa að bændum. Við prófum að kaupa korn. Það var svona misjafnt að gæðum, menn voru ekki kannski alveg klárir á því hvernig korn var, hvernig gott korn er og það var rauninni þá ljóst að við yrðum bara að fara að rækta þetta sjálf. Og í dag erum við að rækta í Gunnarsholti á 340 hekturum. Og þetta er svona sirka bát það sem við erum að rækta í dag í heildina. Þetta er allt það sem við erum að rækta sem sé það eru að 3 tegundir og svo erum við skiptaræktun líka, bæði í túnum og á móti landgræðslunni. Þegar þetta er náttúrulega allt í landi landgræðslunar í eigu ríkisins. Og það má eiginlega segja að við erum ekkert að stökkva þarna inn í land sem er ekkert í notkun. Þetta land var örfoka land fyrir 50-60 árum, eða rúmlega það kannski, ef ekki að segja kannski 70 árum. Þá var þetta bara sandur og var að leggja næstu, bæði bæi og þéttbýli í eyði. Þannig að maður er ekki að fara að byrja þarna á nulli, maður er að byrja rauninni á því starfi sem landgræðslan og þeir sem koma undan unnu í að gera þetta land af því sem það er í dag. Og við erum í rauninni að nýta það. Og þarna er í rauninni það sem kannski kornræktin þarf aðeins að skoða, hver kemur til með að rækta korn á Íslandi? Er það landeigandinn eða bóndinn sem á landið eða er það einhver annar? Eins og í þessu tilfelli þá erum við að rækta land, eða rækta korn á landi sem við eigum ekki. Við leigjum það. Og það er rauninni bara allt í lagi. Og þetta er spurning hvort þetta sé ekki eitthvað sem kemur til með að allavega þarf að skoða það, hvernig þetta verður í framtíðinni. Því að það er bændur í dag hafa nóg að gera flestir. Og þeir eru ekkert endilega að fara að auka við sig kannski 300 hektara í kottrækt, 1, 2 og 3. Það þarf mannskap í þetta. Þetta er hellingspúl og vinna. En það sem við ræktum, það er fyrst og fremst bygg. Og megin uppistaðan er þá bygg til fóðurs. Við ræktum bygg aðeins til manneldis, þá fyrir okkar eigin bara not og sem sáðkorn þegar það heppnast vel. Það væri alveg hægt og væri mjög spennandi að rækta meira bygg í bjórframleiðslu. Þá þarf það að spíra. Við ræktum svolítið að byggja í viskíframleiðslu. Þar eru stóru peningarnir sko. Þar er sko 1 lítir, eða 1 kíló minnum af byggi, það gefur 1 lítir af viskí. Þannig þá og þú selur það á kannski 10 skall. Þar eru krónunar sko. En það náttúrulega byggist mikið á markaðssetningu. En það er komið fyrirtæki sem er að gera þetta og við erum að rækta fyrir þá og er í samstarfi við þá og er bara mjög gott.
En þarna skiptir miklu máli að kynbætur séu teknar föstum tökum. Því að þetta er rauninni ekki hægt nema að kynbæta þetta og sérstaklega ef við ætlum að fara að búa til matbygg, maltbygg og svona fleiri vörur. Hveitið, það ræktum við líka. Við höfum gert í nokkur ár. Það eru rauninni ekki verið neinar kynbætur á hveiti fyrir íslenskar aðstæður sem er galli en hefur samt gengið furðulega vel, myndi ég segja. Síðasti vetur var óþarflega kaldur, þannig að hveitið nánast drapst allt saman. Það er nú að lifna við, en ég veit ekki hvort það verði almennileg uppskera, en það verður eitthvað. En þetta hveiti sem er í dag, sem við getum ræktað, það er ekkert að nýta þetta til manneldis, sem sé til brauðgerðar en eitt svoleiðis. Þetta er fyrst og fremst fóður og þar eru kynbætur nauðsynlegar ef við ætlum að ná að rækta hveiti til manneldis, þá þarf að kynbæta það og skoða það mjög vel. Nebjan, hún er mjög mikilvæg, myndi ég segja, með byggræktun því að þetta er önnur tegund af plöntu, tvíkynblöðungur og það er mjög gott að rækta þetta í skiptiræktun á móti byggi. Þetta bætir landið og hvílir það þannig að byggræktunin verður mikið stabíli og þetta eykur gæði landsins að rækta þetta á móti. En það er þetta í Evrópu, allir akrar eru gulir eitt árið og svo eru grænir hitt árið og svona fer þetta á milli. Við notum þetta í fóður fyrir svínin. Þetta henta mjög vel á móti byggi í svínafóður en það væri náttúrulega mjög æskilegt og gott að geta selt þetta í olíugerð eða eitthvað, já, það sem olían er tekin úr og búið til matarolía. Hratið er góður prótíngjafi, en svona bóndalarfur eins og maður sjálfur er ekkert að fara að setja upp svoleiðis verksmiðjur, sko. Þetta er heilmikið prósess að gera þetta. En þetta er alveg hægt að rækta þetta og þetta hefur alltaf skilað uppskeru. En aðeins nánar uppskeruna. Það eru ákveðnar krossgötur þar líka að bóndinn, hann þarf að læra að þekkja gæðin. Þeir sem ætla að rækta korn þurfa að læra hvernig gott korn er og hvað þarf til að ná þeim. Og í raun og veru með kornsamlögin þá tel ég að fyrsta skrefið er að koma á laggirnar korngreiningu. Þannig að bændur getur komið með kornið sitt og látið greina það og fengið niðurstöðu hvers konar korn er þetta. Að því er ekki að reisa kornþurrkunarstöð og svo er ekkert korn til á landinu sem nær þeim gæðum þannig að það getur orðið að söluvöru. Þannig að fyrsta skrefið er að koma upp greiningum á korninu og bændur getur komið með sýnin og fengið niðurstöðu hvernig er þetta. Þetta tekur kannski 1-2 ár að svona sýna þetta. En varðandi þurrkurina þá er það í rauninni eins og gefur að skilja besta leiðin til að búa til söluveruna. Kornin geymist vel, henda vel í fóður fyrir svínin og gott að selja hana og flytja hana og svo framvegis. En súrsun, það henda vel fyrir nautgripina, erfiðara að flytja það, en það er gott að hafa það með því að ef kornin er ekki í fullum gæðum, þá getur alltaf súrsað það. Og það er gott að hafa það sem svona varaplan, eins og maður segir. Þú þreskir kornið, tekur sýni, það nær gæðum, þú sendur það í þurrkun, nær ekki gæðum, þá súrsar það. Það verður svona ákveðið fyrstu skref. Og þar gætu vissulega bændur selt bara korn sín á milli, bara 2 búabændur, annar rækta kornið og á gott land og selur hinnu það. En varðandi jarðveginn á Íslandi, þá er hann góður, en hefur samt ákveðna, svona, hann er viðkvæmur. Og þetta er til dæmis í Gunnarsholti og þarna sjáu þið, hvað var þetta? Hérna, var ekki ljós á þessu. Hérna er akur sem var unnið með hefðbundnum aðferðum. Það rýkur úr honum sandurinn. Hérna var akur unninn á sama tíma með öðrum aðferðum, það rýkur ekkert úr honum. Þetta er það sem íslensku jarðvegur er ótrúlega hætt við. Hann fýkur bara, eins og við þekkjum. Og þess vegna skiptir máli hvernig við vinnum hann. En almennt er íslensku jarðvegur frjósamur.
ég segi, hann er frjósamur, hann er næringarsnauður, það þarf heilmikið næringarefni í hann, sérstaklega það sem við erum. Og það er mikilvægt að skila henni tilbaka þegar þú tekur hálminn og allt þetta, að þú verður að setja aftur í hann þar sem þú tókst úr honum. En það tökum við hálminn ekki af, við söxum hann niður. Því að við sáum eftir nokkur ár, tókum við hálminn, seldum hann. Eftir nokkur ár þá fór jarðvegurinn að dala og uppskeran að minnka. Og kalíformið jarðvegsins, hann hrapaði. En eftir nokkur ár, með því að saxa hálminn niður, þá fór kalíformið að byggjast upp aftur og jarðvegurinn heldur mikið betur, hann er miklu meiri samlóðun í honum og uppskerarinn bara eykst. En þessar aðrar aðferðir, það er þessi til dæmis. Þetta er vél frá okkur. Við erum að nota svokallaða lágmarksvinnslu. Eins og hérna er beinsáning. Þetta er akurinn frá því fyrra, allur hálmurinn á og svo sáum við bara beint í það aftur. Það er diskaherfi hér, áburður og allt kemur í sömu röð og allt á eftir, þannig að það er ein ferð yfir akurinn og allt búið. Þetta er leið sem er mjög mikið notuð sérstaklega vestanhafs og til að koma í veg fyrir jarðvegsrof eftir sáningu. Við erum búin að bæta við það aðeins meiri í jarðvinnslu, erum að herfa þetta einu sinni og svo kemur þessi vél, þannig að í dag er það svona oftast 2 ferðir yfir akurinn. En svo hafa menn verið að tala aðeins tækni og þekkingu, það er mjög mikilvægt í þessu. Og eins og ég nefndi á það með nýjar aðferðir við jarðvinnslu, það er þessi vél, þessi direct seating svo kallað og það allt saman. Og núna í ár erum við komið með GPS stýrða dráttarvélar með nákvæmni upp á svona 2,5 cm. Og það eru Landmælingar Íslands sem reka leiðréttingakerfi sem er ákveðin grunnþjónusta sem er nauðsynlegt að vera með. Og þetta kostar ekki neitt. Ríkið í rauninni veitir okkur þessa þjónustu og hún er ókeypis. Og í ESB skils mér stefna að alla dráttarvélar sem vinna á ökrum séu stýrðar með GPS-tæki til að við eftirlit og að lágmarka notkun ábyrgðarefni. Og það er þetta PLM eða Precision Land Management. Og þetta er það sem við erum að prófa núna. Og hérna erum við að sá, þetta var í gær, og erum við að sá, eða fyrradag, erum við að sá hérna í Akur í Gunnarsholti. Traktorinn er hér. Hann keyrir eftir GPS-merki að það er ekki að stýra honum. Hann keyrir bara sjálfur alveg alla þessa leið. Og þetta er rauninni það sem við ættum að gera í Kollafirði, það er að fara beint yfir í þá tækni sem er til staðan núna. Ekki fara að prófa okkur áfram og finna þetta upp. Það er búið að því. Við förum bara beint í þetta. Það er rauninni ekki spurning. Og það næsta í þessu það eru drónar. Eins og í þessu, það er komið núna að þú sendir dróna, hann flýgur yfir hann Akur, kortleggur hann með 1000 mynda, jarðvegsgreinir hann og þú getur fengið út úr því til dæmis hvar steinarnir eru, fer svo týnir steinana, eða hvar illgresið mögulega gætur fengið einhverjar myndir af jarðvegsgerðinni á hverjum stað og haft þá vélar sem taka þá inn kort af, hvað maður segja, þeim áburðarþörfum sem þú þarft og það er þá breytilegur áburðarskammtur eftir sem hún keyrir. Svo kemur á svæði kannski hérna er minni, ég veit að þar meiri áburð á þetta svæði, þá er búið að greina það og vélinn setur nákvæmlega hér meiri áburð og aðeins hér kannski. Og þetta er rauninni það nýjasta í þessu og þetta ættum við að taka inn bara strax. Hérna er þetta áfram, þetta GPS, hérna erum við að spara í rauninni olíu og tíma, tökum bara hverja ferð langt frá þannig að það er minni viðsnúningur og vinnslubreytin á tækjunni hér, hún er nýtt til hins ítrasta þannig að það er engin óþarfa yfirlöppun. Hérna erum við að spara olíu og tíma. Og gæði líka á vinnslunni því að hérna getur maður farið í ákveðið horn á fyrri vinnslu. Áður var þessi Akur var þrestur svona, þannig að allar hálmrestar eru í þessa stefnu. Snýr maður þessu 7 gráður, keyrir svona og dreifir og jafnar öllu betur
yfir akurinn, þannig að hann verður betri árið eftir. Þannig að það verður meiri einsleitni. En þetta byggist allt á því að landbúnaður vinni saman, myndi ég segja, og hann þarf að vera fjölbreyttur. Og við erum með margar mismunandi greinar landbúnaðarins, allar þessar, og hér erum við, og það eru margar fleiri, en í þessum er svo mikilvægt að það sé samvinna á milli þeirra, þannig að kannski jarðrækt, kortarækt, hér vantar áburðarefni, þau verða til hér og í fiskeldi, loðdýrum, þannig að þau efni flytist að einhverju leyti hingað, skógrækt, mjög mikilvægi kortarækt, skjólbeltin, það er alveg lykilatriði. Og eins varðandi kollþurrkunni, var í Finnlandi daginn, þar hittum við finnskan kortaræktabónda og hann er með kollþurrkun og hann notar sinn skó, býr til flísar eða sem sé kurl og þurrkar allt kornið með því. Og fyrsta afurðin úr skógrækt er kurl. Þannig að ef við ætlum að auka skógrækt þá komum við með fullt af efni hér sem hægt er að nota í hitun, því að við eigum svo sem heitt vatn, en það er svo sem virðist ekki vera endalaust, heyrist manni. En svo þessar krossgötur, hvað þurfum við að gera? Ég held að það sé aðalatriðið er að við verðum að auka samkeppnishæfni landbúnaðarins í heild sinni á öllum sviðum. Eins og ég nefndi áðan með svínaræktina, hvernig hún í rauninni lifði af þær breytingar sem voru í farvatninu að aldamótin. Jukum afurðirnar meira en 100%. Og auka sjálfbærni, það er rauninni það sem ég var nefnt áðan varðandi áburðarefnin og að við séum ekki að fara að kaupa inn efni sem við erum í raun og vera að framleiða hér heima. En þar kemur náttúrulega samkeppnisefnin aðeins inn í, því að sjálfbærni kostar sko. Það er alveg hellis kostnaður að fara að keyra skít, landshornan á milli og allt þetta, þannig að þetta er aðeins getur stangast á, þess vegna skiptir máli hvernig þetta er gert. Og auka kolefnisbindingu með ræktun, þetta er rauninni alveg hægt og það er til aðferðir sem kallast carbon farming á útlenskunni og það er mikil áhersla lögð á þetta því að það er hægt að binda kolefni með ræktun og eins og í Gunnarsholti þá var gerð fyrir nokkrum árum svona lausleg athugun á kolefnisinnihaldi land sem ég er búinn að rækta í nokkur ár og miðað við þá svona niðurstöður, þetta voru svona ekki nein svakalega stór rannsókn, en það var allavega að koma út úr því að land sem var í kornrækt var með innihélt meira kolefni heldur en uppgrætt land sem var við hliðina. Þannig ef maður gerir þetta rétt, þá er hægt að auka kolefnisbindinguna þó sért að rækta landið. Og það verður náttúrulega leið betra. Og ég held að fjölbreytnin í íslensku landbúnaði, hún er bara til góða. Við þurfum að hafa meira af landbúnaði, mismunandi landbúnaði, þannig að hann vinni saman. Og þá var að spurningin er, núverandi kerfi það besta sem við höfum til að ná þessum markmiðum. Það er svona loka spurningi mín til ykkar. Og þakka bara fyrir. Já, takk. Björgvin Þór, mjög spennandi. Ég sá kennslustjórinn ringi örglega í þig sem stundakennari í jarðrækt 1 og 2 og 3 og allt sem við gerum. Gaman að því, samt tíminn er orðinn margt. Við ætlum samt vera núna deildarforseta í mjög stuttan pallborðsumræðu sem við förum og ég bið Hranna Samani og Bjarni hingað. Höfum þennan kubb fyrir framan okkur til að vera tengt.
þetta fallega mynd eftir upp. Já, takk fyrir að koma saman. Við tökum þetta núna á ensku, en þið svarar bara á íslensku eða hvernig ykkur hendur. Svo við erum að vinna í málstefnu Landbúnaðarháskólans. Við tölum bæði íslensku og ensku og við blöndum oft saman og það bara gaman að því. Now we heard today many interesting talks, of course, and a lot of future challenges for our agriculture, for our university. We have to adapt our land use systems, and we have to develop probably new proteins, new food production systems, and we have to have the food security at the same time in mind. Now my question to you, and I ask for a very short answer from each of you. In what way do you think we meet this ongoing and the future research needs with our project at our university? So where are we heading when we look at our research in the future? Og ég svara þessu. Já, Rana. Já, ég náttúrulega ætti kannski að taka fram að ég ekki deildarforseti ræktunarfæðu. Ég að vara, deildarforseti var fráfallaðist einni og vara og vara. Já, hvernig mætum við áskorunum loftslagsbreytinga í okkar rannsóknum? Það kannski bara hægara sagt en gert, en ég held að ef við skoðum þetta kannski frá landbúnaðarhliðinni, þá held ég að húsdýrin okkar muni standa, húsdýrastofnar okkar muni standast loftslagsbreytingar. Þar líka erum við með öflugar rannsóknir og kynbætur sem eru á styrkum stofni, en kannski eru helstu áskorunar þá í fæðuöflun fyrir þessa stofna, og þar eru við með rannsóknir sem að ég held að munu efla þau tæki og tól sem að bændur eins og Björgvin fá til þess að mætast þessum áskorunum sem eru í gangi, og hann talaði til dæmis það núna að hveitið hafi drepist eftir ótrúlega erfiðan vetur, og ég bara talsvert bjartsýnn á að með því áframhaldandi stefnu sem við höfum lagt upp með munum við ná þessum áskorunum. Þú baðst stuttsvar. Já, það var ekki stuttsvar, samt bara náttúrulega mjög áhugavert. En Samani, I know you just finalized your project, Nature-Based Solutions. Yes. Is that going in that direction that you see the future projects you will apply for? So you ask a question towards a designer, and on behalf of the Faculty of Planning and Design, I would say that let's say the next step of research should be designing a prototype. We are talking about food production, we are talking about nature-based solutions, how we can address problems regarding environment, and we are in the campus of Connery. So we can combine all of this research that are some sort of parallel together and to come up with a model, and which is based on, let's say, circular economy, in which we can combine them together. And of course, we are working on making guidelines about nature-based solutions, but it's again a guideline, and how we can apply it in our fields is also important. So how can I see the future? I would say that we have this opportunity to make a campus which is self-sustains, looking at food production, looking at forestry food, looking at geothermal energy and all sorts of resources that we have to make a model. So I would go for designing a prototype. Thank you. Já, bara snöggt. Það búið að vera mjög hvetjandi að vera hér í dag. Erum við ekki best? Við erum með málin, við erum í hjarta þess sem að fara að gerast í framtíðinni. Við erum svarið við þeirri þróun og þeim breytingum sem þurfa að verða á íslensku samfélagi. Við erum fæðuöryggi Íslands. Við erum aðlögun á loftslagsbreytingum. Og við verðum að vinna það saman. Og mér finnst að við séum að við erum í ótrúlega stöðu. Það ótrúlegt að koma á ársfund LBHÍ og hlusta fá 2 ráðherra að segja okkur að við séum best. Og við verðum bara að taka þetta og vinna úr þessu. Við höfum ótrúlega tækifæri.
Við erum að gera mjög margt gott, en við þurfum að vinna líka meira saman. Og til dæmis það sem við erum að vinna, bara til dæmis verkefni sem við erum að vinna með ræktun og fæðu, í samstarfi við ræktun og fæðu núna, sjálfvirka mælingar á losun gróðurhúsalofttegunda frá framræstu votlendi, þess sem við munum í samstarfi við landgræðsluna endurheimta eftir 1 ár og erum þá að fylgjast með hvernig losun breytist við endurheimt. Þetta eru svona lykilmál sem við þurfum að þjónusta landbúnaðinn með, af því allir bændur eru að leita leiðum og eins varðandi í okkar, við erum með þessa skógræktar og umhverfisfræði og það eru mörg verkefni sem að horfa á sjálfbærni hlutann og hringrásar hlutann. Það er mjög mörg BS og mastersverkefni sem að fara svolítið inn í þessa hluti og við erum kannski ekki að lyfta því nóg mikið upp og það er að gagnast okkur öllum. Studsvar, thank you. Thanks, Bjarni. I think the research is done what makes us very visible, of course, and makes us very attractive as a small university. But let's talk very briefly about the students. So the students of today are the professionals of tomorrow, and they, of course, need to be equipped to meet those challenges we are talking about. So what are we doing to attract more students, new students, and how do we prepare them for all these tasks that they have to fulfill in the future? Bjarni, now it's your turn to start. Okay. At my faculty, we are having undergraduate studies in environmental sciences and in forest sciences. But we are also building graduate studies. And now we have 2 international master's programs, one in Arctic issues and the other one in restoration ecology. And by doing this, we are actually changing quite a lot the atmosphere at Hvanneyri, at our teaching campus, because now we are hosting some tens of international students, and they come with their education and their interests, and that is actually stimulating a lot our students. So it's not only for us to teach them. It's very important that we build the learning environment where we have, what is happening in the world on the fingertips, because we are very small, and we need this internationalization to help us to move quickly forward. And Christian, that's where you are such a great help. Thank you. Thank you. Samane, please. Okay, well, our faculty is trying to become bigger because we offer 2 courses, landscape architecture and planning, which are very important for the societies that are growing, especially in city and environmental issues. So we are putting more emphasis as an educational institution to offer a full course, bachelor and master studies, where Icelanders can get a graduation in Iceland and are not forced to go abroad, which is one of our challenges. We have planner as a title which is legal, and to become a planner you need to have 5 years of education that we are currently offering 2 years, which is a specialization. The same thing is for landscape architecture. We are offering bachelor studies and we are not offering master studies. So this is sort of challenges for us. But at the same time, I think that we should absolutely referring to the training framework, European. So based on that, we can make it. And again, of course, if we have more lecturers coming from other countries, we can learn from them and try to give better possibilities to our students. Unigreen. Unigreen, yeah. Á ég að bæta ykkur við þetta? Já. 5G, já. Ég gæti kannski sagt að ef við ætlum að fara að skoða kennsluna í landbúnaðargreinum við Landbúnaðarháskóla Íslands, þá kannski komið tími á ákveðna endurskoðun. En ég held reyndar að námið þarf að stýra svolítið eins og olíuskipi. Þetta tekur langan tíma að breyta stefnu, því hún þarf að byggja á í rauninni mjög þaulprófuðum staðreyndum. En kannski ættum við bara að kasta út akkeri og snúa olíuskipinu við í einum grænum. Ég held að það sé þess að hliðstæðan af handbremsbeygju þegar þú ert að stýra olíuskipi. og skipuleggja námið út frá þessu breytta neyslumynstri
og þessum sóknarfærum sem að ráðherrarnir nefndu áðan. Yeah, thanks. I think it was very interesting what Michael Zasada mentioned from Poland, how this like agriculture university developed and incorporate more social sciences and even like the technical engineering side. I mean, that's where it all comes together, and I think there's probably something where we can still grow in that direction. And my last and final question, and then we are coming to an end, but all of a sudden I realized that most of us are here at work, so we don't have to hurry at all. But my final question is, of course we have at the moment about 100 projects going, more than 100 projects going, as we can see in the annual report soon. And we published, I think, 75 peer-reviewed articles, papers last year. So we're very active there on the scientific level. But of course, we are discussing as well to increase the societal impact, how we reach out to the community, to the society. And we just had the wonderful event with the kindergarten and the elementary school in Kvaneri. But how could we increase these impact on society with our work through innovation that goes maybe beyond research? Very short answer. Og ég byrja. Hranna, it's your. Já, sko, Oddsteinn stofnunarinnar náttúrulega kannski rannsóknir og kennsla og það þarf að fara fram á einhverju svona akademísku leveli. Síðan gætum við séð fyrir okkur að það sé annað aðrir þættir í samfélaginu sem að taka á móti þessum upplýsingum, þýði þær yfir á, hagnýti þær í rauninni með ákveðnum skilaboðum til bænda. Þetta geta verið ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins eða sölumenn eða hver sem og til þess að bændur geti hagnýtt þessar niðurstöður rannsókna. En kannski sko í ljósi umræðum sameiningarmál og þá ættum við kannski að fara að skoða þetta eitthvað nánar og sjá fyrir okkur að hlutverk Landbúnaðarháskólans nær kannski út fyrir þetta og kannski ættum við að skoða sameiningar ekki endilega bara við aðra háskóla, heldur kannski aðra stofnanir sem ekki eru kennslustofnanir en eru rannsóknarstofnanir. Og við getum kannski horft til einhverja erlendra módela þar sem að háskólar stunda plöntukynbætur og ráðgjöf samhliða rannsóknum og kennslu. En ef framtíð skólans í sameiningu við aðra háskóla þá eru í því talsvert miklir möguleikar og tækifæri. En það verður að búa þannig hnútana að við náum þeim tækifærum og þau séu ekki fyrir utan okkar out of our reach, ef ég fæ að blanda þessu saman. So when we talk about planning and landscape design, we basically focus on human side plus nature together. So these are combined. So by default, we have to address some societal challenges when it comes to the design and planning. And I would say within our faculty, we try to reach out communities, municipalities, stakeholders that are in the field, and getting case studies, like we are working on smoothie cities, a small and remote village in Iceland, and how you can foster economy and possibilities in those small remote villages. So I would say this is an approach that we as a designer have, getting more involved in the community and having their feedback when it comes to the decision and making plans. Já, ég ætla að byrja bara samt að fullyrða það að við erum að standa okkur vel. Við erum svo háskóli sem hefur besta grasrótartengingu á Íslandi. Bara, ég segi það alveg fullt út. Og við þurfum bara að passa okkur að týna henni ekki. Og í öllum breytingum og svo framvegis. Og það eru nokkrir hlutir sem eru gríðarlega mikilvægir í okkar starfi til að halda okkar tengslum. Og eitt náttúrulega var mjög lengi starfsmenntanámið og við þurfum að passa að halda tengslunum áfram við starfsgreinarnar þó að þar hafi orðið ákveðnar breytingar á. Við þurfum að efla og rækta og bera á tengslin við ráðgjafastofnanirnar sem eru þá leið þekkingar- og rannsóknarstofnanir eins og RML, eins og Skógaland,
eins og Matvælastofnun eða Umhverfisstofnun og þarna við erum alltaf að byggja þessa brýr. Það svona við sérfræði hlutan en svo það að vera í tengslum við fólkið, grasrótina og þar endurmenntunardeildin sem ég ætla bara að taka hattina af hérna fyrir sem hefur verið eflast að það líka algjört lykilatriði því að öll erum við í samstarfi við bændur, samstarfi við landeigendur, við sveitafélög en endurmenntunardeildin að draga inn til okkar fólk sem hefði ekki komist í tengslið okkur á annan hátt. Og svo erum við, og ég held að við séum svolítið sérstök hvað háskóla varðar, við erum að nota landið mjög mikið í okkar kennslu. Við erum með talsveit mikið að ferðum með okkar nemendur að vinna verkefni, fara út á land og hitta fólk. Og það kostar pínulítið, það kostar rútu og kostar bílstjóra, en ég get alveg fullir það að það hefur meira áhrif en að kaupa eina heilsíðu auglýsingu í Mogganum að fara eina svona ferð. Og við verðum að horfa svolítið heilstætt á þetta og halda þessu inni að við séum að vinna með fólkið í landinu. Takk. Takk, Bjarni. Ágætis lokaorð, Ég get ekki haft bæði annarkvort. Svo ég segi bara takk fyrir að hafa þolinmæði að fara aðeins yfir tímamörk en takk fyrir frábæra þátttöku í panelumræðu og takk fyrir ásfundur hér. Við tökum núna smá pásu. Myndi ég segja bara að fólk geti aðeins 10 mínútur, 5 mínútur og þá höldum við áfram með háskólafundi. Ok, takk fyrir mig, takk fyrir komuna. Ja.